Halló, halló. Halló, halló. Halló, halló. Heyrðu, velkomin á Nýþök 46, ég get séð það hérna að hlera mér. Þannig að ég ætla að fá nefnilega, rétt á hann á móti byrjar, það langar mig að ræða nokkra hluti, bara, þú veist, þetta er ekkert eitthvað stórræðilegt, en ég ætla að taka svona 5 mínútur, ég meira þess að setti timer, sko, því að ég er náttúrulega vanur að bladra eins og brjálæðingur, sko. Þannig að, en ég ætlaði bara að eiga nokkur orð um það út af því að það sem að gerðist, ekkert eitthvað stórræðilegt sem gerðist, en þú veist, sem sagt, Erlingur, eða Erli eins og það kallast í smáseríunni hætti að sem sagt vera mótstjóri og ástæðan af hverju mig langar aðeins að tala um það er bara svona út af því að það sem mér finnst líklegt og ég hef átt samræði við hann áður er það sem sagt að í rauninni að fara í burnout eftir að hafa verið að stjórna þessum mótum og það getur komið fyrir alveg þó nokkuð mikið og ég veit að hann lenti með því þó ég veit ekki nákvæmlega söguna af hverju núna hann ákvað að hætta. Ég held að stór partur af því hafi verið það að hann í rauninni hefur fór í burnout og hefur gert það áður í rauninni og þetta var svona bara, heyrðu, ég hef komið með gott, ég ætla bara að kalla það gott í þetta sinn. Út af því að það sem að fólk kannski átt sig ekki á eins mikið er að þetta er sjálfbáðastarf rosa mikið að vera að stjórna þessum mótum og þú veist, ég hef ekki fengið neitt borgað fyrir það að sjá neitt um að þessi mót. Ég veit að Erlingur hefur ekki heldur fengið borgað og það er rosa mikið um það held ég að þú veist, þegar maður er að reyna að gera þetta rosa flott og eitthvað þannig almennilegt þá er maður svona mikið að leggja á það og maður getur farið í burnout og ég sjálfur fyrir alveg cirka ári ætlaði að hætta. Þú veist, ég ætlaði bara að beila á þessu og ég bara, já, ég er búinn að gera þetta í ár og ég ætla bara að taka pásu á því. Erlingur var búinn að gera þetta í cirka 10 ár þannig að þú veist, ég veit ekki hvað ég er að grænja. En hérna, vinnan sem við gerum í rauninni endar ekki þegar mótið er búið, sko. Út af því eins og ég er að sjá að upplóta voddum og ég er að skipuleika hvenær mótin eiga að vera og þú veist, ákvarða, þú veist, hvenær leikirnir eru og alls konar svona hluti og þú veist, að auglýsa og allt þetta dóttir í. Þetta tekur alveg smá á að vera reglulega að þessu. Þess að ég hef fram yfir það sem að Erlingur var að gera var að ég og Egill sem að er akkurat núna í Japan að læra að lifa bara lúxuslífinu á meðan ég er hérna nei, sjá, djók ég hef allavega annan til þess að þú veist sem bretti til þess að vera bara heyrðu, já, þetta er svona, mér langar að við ættum að gera þetta og þá hef ég einhvern annan til þess að segja svona, já, endilega, það er hljóma vel eða eitthvað svo leiðis á meðan Elli var vissulega einn, en það voru augljóslega fólk að hjálpa honum og sérstaklega með meira með að mótum eins og ég skil allavega. Ég sjálfur hef, og ég er reynd að telja þetta en ég áttaði mig ekki alveg, ég hef mistað cirka 4 mótum af nýþekki
og eins og ég sagði hann, þetta niður ykkur 46 sko, þannig að þetta eru 46 helgar yfir 2 ár sem ég búinn að taka núna og í rauninni fara, þú veist, og sem því það er vel bara, já, ég má ekki vera að gera neitt ómikið á laugardeginu, ég þarf að vera að vakna til þess að geta fara að stilla upp og alls konar svona dótiri. Þannig að, eins og ég segi, þetta vinnan endar ekki bara því að ég sé að mæta og stilla upp dótinu, það er líka mjög oft sem að eru aðrir hlutir aðskildir því, þannig að fara í burnout er mjög oft svona, þú veist, er alveg skiljanlegt, því að maður er svona meira bara að gefa sinn tíma og maður er ekkert að fá að borga fyrir þetta og alls konar þannig, en á þess að vera hljóma eins og ég sé ekki rosa mikið að grenja við því hvað er ég að gera mikið og alls konar þannig. Ég fæ mjög oft hrós í rauninni bara, þú veist bara já, geitinn og allt þetta dótri og geggjur flottur og eitthvað svona dótri, þannig að ég er mjög ánægður með það að heyra það, en ég meina ágæðilega að segja eitt með, þó ég ætla ekki að fara að tala mikið samræði sem ég og Elli höfum átt varðandi þetta, við höfum mjög oft verið ósammála skipulag og hvernig það ætti að vera háttað, en ég man bara eftir Jötunheim sem var alveg ógeðslega erfitt og það var mikið erfiði að í rauninni taka og plana alla þessa hluti og þú veist, við vorum að vinna ég og Egill okkar megin og þú veist Elli og þú veist 8 aðrir manns eða eitthvað mannsmegin sem voru að gera þetta. Eftir þetta var allt saman búið þá í rauninni vorum við að þú veist ganga frá og þetta var þú veist komið og úrslitin í smassinu var búið og eitthvað svona þá í rauninni sagði Elli við mig bara svona já þú veist bara geggja takk fyrir og eitthvað, þú spurði bara já má ég fá að knúsa þig og svona dóttir og það mér fannst bara snild og eitthvað og ég bara já geggja bara ánægði með þetta hefnaði svona vel og þá sagði hann sko ég er meira sko community manager meira heldur en svona mótstjóri eitthvað þannig og ég er náttúrulega núna í hindsight ég meira að hugsa bara já hann eftir ekki að ganga frá snúrunum og skjáunum eitthvað svona dóttir sem meira þannig þú veist ef community manager þá þáttu ekki að sjá teknikalmálin sko nei en hann þú veist hann sagði þetta community manager og ég hafði alltaf hugsað mig sem meira tech-gaur, þú veist, ég er gaurinn sem er að mæta og stilla upp streymi og síðan er ég bara búinn og síðan er ég bara að sitja og grúttapa í leikjónum og síðan get ég farið að gráta mig með því að vera að sjá streymið og alls konar svona dóttori. En í rauninni varði ég að community manager með því að vera að sjá þetta og partur af því að þetta er mjög mikið að vera með að passa upp á fólk, þannig að þú veist, þegar við erum að koma inn skamm ykkur fyrir að vera að segja eitthvað leiðilegt eða eitthvað svoleiðis dóttir þá er það meira það að við erum að passa upp á það að community er í góðum málum og þú veist að það sé allir vinir þarna út af því að það er í rauninni stærsti parturinn af þessu vegna þess að fyrir svona nokkur mánuðum þá var eitt sem að spurði mig einmitt þú veist af hverju er ég að þessu og því ég var ekki að tala bara ég skil ekki að hverju ég mæta hérna á þessu Tekken mót ég spila hann leik ekki einu sinni, ég kann ekki einu sinni á hann og ég veit ekki að hverju ég mæta þessu Guilty Gear mót ég fucking grúttapa hérna, ég lenti bæði við nú var hann ekki round held ég, allan ég var að klára núna heilt bracket og ég vann ekki eitt round sko þú veist það var einhvern af hverju ger ég þetta og ég svona byrjað, þú veist það var alveg í haustum á mér að það byrjað að pæla að þú veist af hverju er ég þessu og ég held að stór partur af því er í rauninni bara þú veist ég var daginn í voice chati með 2 einstaklingum sem eru hérna inni sem er í hópnum og við vorum ekki að tala svona gömul mót og eitthvað hvenær þeir fyrst mættu og bla bla og annar þeirra sagði bara gaur við vorum báðir að þessu móti og ég þekkti þig ekki einu sinni þá sko og þú veist þessi gaurar eru bara geggja góði vini núna og mæta mjög oft á mót saman og eitthvað svona dótri þannig að það er mjög oft erfitt að þú veist ganga frá þessu þegar maður er svona heyri þessa sögu þú veist fólk að kynnast inn í þessu community þannig að mér þykir mjög vænt það er raunin það sem ég ger þetta fyrir út ég heyri alltaf bara já ok þú veist við kynntust í gegnum þetta við byrjum að spila hérna saman og þegar ég sé þú veist það eru 10 manns að spila leiki þú veist bæði Tekken og Guilty Gear í voice chat á þú veist föstudagskvöldi eða eitthvað þú veist það er bara snilld það er það sem að ég í rauninni mér þykir rosalega vænt að sjá en ég ætla ekki að fara að halda svo mikið lengur ég er búinn að vera að tala núna í einhverja 6 mínútur eða 7 mínútur eða eitthvað og þetta mót er ekki mig að venda en bara svo að svona til þess að gera svona smá út af eins og ég segi þetta var svona reality check þegar Elli hættur út hann er búinn að vera stöðugur hlutur í bara bardaðleiki sinni, ekki bara Smash megin, heldur líka okkar megin er hann búinn að vera rosalega mikið hjálplegur að gefa upp í rauninni svona að auglýsa okkur og alls konar þannig að ég veist öll aðstoð er auglýsað velkomin en þetta er sjálfboðastarf þú veist við erum að gera þetta meira fyrir það sem að fólkið innan senunar vill gera og þú veist þess vegna er ég alltaf sama hversu lítið er þú veist sama út að sé bara ekki á okkur fannst pools ganga of hægt eða tölvurnar hefði mátt vera betri eða þú veist bara eitthvað svona einhverju leikir eru leiðilegir eða þú veist getum við gert svona bla 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 alltaf gaman að heyra það þú veist ég vil frekar heyra hvað við erum að gera vitlaust eða hvað við getum gert betur því að það er í rauninni fyrir ykkur þú veist þetta er ekki bara þessi mótin er ekki gert bara fyrir ég sé hérna bara eitthvað já geggjað maður ég fæði að setja upp streymi og venta hérna í 8 mínútur þetta er fyrir ykkur
En þú veist, það allir munu einn daginn hætta. Annarkvort skipuleggja mót, mæta á mót, þú veist, það margir sem hafa mætt á mót og eru síðan bara hættir. Þetta hlutur sem bara, þú veist, einhvern tíma mun ég hætta, einhvern tíma mun Egill hætta, einhvern tíma mun, þú veist, fólki sem að mæta á mótið bara, já, það patsi mitt eðilega persónu mínu, núna ekki lengur rank 1 eða eitthvað, núna hann í rank 10 eða eitthvað, eða top 10. Þannig að, þú veist, og þá því það menn vil ekki spila lengur. Og það allt gott að blessa, þú veist, ég ætla ekki að fara að þvinga fólk til að mæta á mót, en það sem ég mér þykir vænt að fólk sé inn á svæðinu að spjalla og eignast vini og það rauninni það sem við erum að gera þetta fyrir. Út af því að einn dag munum við kannski hætta þessu, en hver veit að þið verðið þá ennþá samt í sambandi við fólki sem að þið kynntust inn í þessari senu. En komandi að því, þú veist, senan ekki einmanneskja, þú veist, ég ekkert níðhöggur, eða Egill ekkert níðhöggur, eða Erlingur ekkert, þú veist, smass senan. Þú veist, þetta augljóslega mikið af fólki sem að koma saman. Þannig að ég vil bara sem seinast út af því að, aftur, þetta startaði svo mikið hausnum á mér þessa umræðu að og ég og Egill tölum saman og við tölum saman bara næstu í daglega sko, þannig að þú veist hann ennþá mótstjóri, hann bara ekki á svæðinu. Þannig að ég vildi bara enda því að segja bara fyrir hönd, þú veist, FGC Iceland og þú veist, bara mig persónulega, þá bara takk Elli fyrir það alla vinnuna sem þú lagðir í þetta. Þetta ótrúlega, þú veist, við værum ekki á sama stað ef hann hefði ekki byrjað á því að halda þessi smassmót. Ég kem úr smassinu og margir aðrir koma úr smassinu sko. Þannig að ég var ekki að keppa, ég var bara commentary. Ég hef aldrei verið góður í þessu töluleikum, þannig að ég veit ekki af hverju ég að þessu. Nei, djók, ég veit af hverju, og ég var útskýra fyrir ykkur af hverju ég að þessu. Þannig að ég vil bara segja takk Elli, frábær vinna sem þú hefur lagt fyrir og ég veit að smassfólkið í mjög góðum höndum með annað fólk sem tilbúið að taka til og þegar ég hætti, þá vona ég líka að Níðhöggur og FGC Iceland verði í góðum höndum með einhverjum öðrum sem að geta haldið áfram mína vinnu sem ég lagði í þetta. En nú er ég komin í 10 mínútur, ég ætla að taka þetta á 5 mínútur sko, þannig að ég veit ekki alveg en ég elska að blaðra, þannig að ég ætla að hætta núna að blaðra. Tökum svona 1 mínútu, 2 mínútur, þá byrjar mótið alvöru og ég vil þakka bara öllum, bara innilega. Takk allir sem eru partur af þessu samfélagi. Það er ekki bara það að mæta mót, það er bara að vera partur af þessu. Þannig að takk. Peace out. Jæja, velkomin aftur. Já. Þá erum við loksins að byrja Níðhögg 46 Já. þrátt fyrir það að byrja með button check. Já.
Og fyrir Guilty Gear Strive version 2.0 Fyrsta mótið í þessu patchi. Já. Þannig að við erum spenntir eftir 6 mánaða bið að fá að sjá aðeins hvernig hlutinni breytast og hvort það komi einhverju nýjir meistarar inn í leikinn, hvort það toppi einhver Chief og Dan. Já. Og boy, hefur mjög mikið breyst í þessum leik. Þetta Command throws náttúrulega búið að vera breytt og close slashes búin að vera nörd. Þetta er allt rosalega öðruvísi en við sjáum hér hvernig þeir eru búin að venjast yfir þessa viku sem að patchið er búið að vera úti. Já. Og við erum að byrja inn í Winners semifinal á Magic vs Crownless Chief. Já, með Slayer vs Chip. Svo þegar við sjá hvað svona how fast of a Magic getur alveg whittle Slayer down í þessu. Ok. Hérna á sterku cross-upi, beint inn í hornið, nær hérna jump heavy slashun inn í... Náði ekki convert. Það er ekki bursta út. Nice close slash. Já. Hittar hann annað með mappa hansinu. Það inn í pælbankarinn. Þú vilt ekki vera hit með Slayer eitthvað, especially þú ert Chip. Hann fer bara strax inn í force-sliceið. Hittar hann með 6K-nu. Já. Overheadið. Já. Og inn í wall-stick. Ok, hann geði ekki super. Og nota 6-8 wallbreaka. Já, alright. Nei, hann hafði ekki meter. Pælbankar inn í cross-upið. Já, og jab. Klárar hann með Red Roman Cancel 5P. Ok, fyrsta round á Chief. Byrja strax á 6P, sterkur. Alright. Nei, náði ekki komboð. Hann er að bakka hann Magic, hann vill ekki vera hittur af þessu túti, það er svo gott. Það er burstað. Burstaður inn í hornið. Bakkar frá overheadinu. Nei, hvað var þetta nú? Nú er Chief búinn að snúa sig við. Nú er Magic komin inn í hornið. Inn í command throwið. Inn í dustið. Já. Þannig að fyrsti leikur á Chief. Já. Þetta tók ekki mjög lengi eða eitthvað. Nei, Chief byrjaði náttúrulega líka með svo lítið health. Það var náttúrulega damage nerves á mjög marga en hann Slayer er bara þannig persóna að hann drepur þig frekar hratt. Og hann er líka against Chip sem alveg... Já. Ok, DP. DP út. Já. Og... Á tight-dropið. Nei. Það sem er búið að breytast aðalega við þennan leik er hvernig neutralið er spilað. Það er alveg mikið bara verið að hlaupa inn í andstæðinginn og... Ok, rope. Ok, nine to the corner. Yes. Ok, nú er bara að halda þessari pressu uppi. Náði það ekki. Hann er burstar inn í hornið. Og ég held að þetta, náði landið. Og nær honum með close slashinu eftir jugglið. Wow, ok, trade counter. En samt fær Chip Oki. Nei, ekki alveg í veggið. Það var Chief. Hann er að blokka þetta eins og hann meistari en hann nær að komast inn í gegnum vörnin hans. Og já, maður ekki eins mjög mikið meter af the stacks með wallbreak. Bakka sér úr... Trade. Ok, Chip næði þetta. Og það tekur þá Magic leik nr. 2. Jafnt á milli þeirra. Let's rock. Þú dýðir nær honum þannig, svo hann neyðir hann Chief til að bursta strax. Mappa hans inn í hornið. Hann heldur bara áfram að hoppa Magic, hann bara hoppar eins og ég veit ekki hvað. Hittar hann með force-slæsinu. Hoppa eins og a bunny ninja. Blokkar 6K-ið og nær þig ekki að... Jæja þá. Blokkar cross-up, blokkar hit cross-up, burstar. Force-slæs catchar hann. Ok, super að breaka vegginn í alveg viss. Já. Samt ekki það mikið damage. Þetta er eins og að berja stein með við og það bara... Já. Alveg, næðir veggið. Nice grab. Já. Ok, Yellow Roman cancelið út. Nær ekki að blokka lowið eftir cross-upið. Cross-up, já. Inn í bakbankarinn. Hann er komin í hornið. Nær samt að stökka út. Nei, hann grípið hann út úr. Og nær þannig að hans að dúm. Ok, round 1 fyrir til Slayer. Sástu þetta?
er að 2P út, hann er að massa. DP. Hann er alltaf búið að breytast að hann fær ekki lengur OK af DP. Ég veit allan að einn sem er rosalega ánægð með það. Super in the wall break. So long. Allt í lagi. Þetta var rosalegt. Grabbað. Sko. Universe grab. Hittar hann ekki með dusturinn. Universal. Dust á nær Universe. Oh my god. Wow, hann bara beið eftir honum. Það er að passa sig. Hann er að fókast defensa, hann bara... Hann súpaði. Næra með reversalinu. Allt í lagi. Næra að taka niður. Hann næra að halda sér á lífi. Og hann var bara að pixel alveg á næstu eftir. Ok, hann er ekki hittur af Farslash í þetta skipti, hann vissi hann átt að bakka. Cross up. Chief er komin í hornið og næra að wallbreaka með 6-H-inu. Mappa punch. Komin á smá að því defensive. Hann Chief DP. en er caught af DP-inu. Æ, nei. Næra hann með jump slashinu. Það er áhugavert af hvernig 6P eða ekki annað. Og næra wallbreakan. Og Magic tekur leik 2. Leik 3, heldur. Leik 3, hann fær annað stig. Já. Ok, hann Chief ætlar að halda það fram að Slayer, hann vill ekkert skipta yfir í solo eða neitt. Nei. Ég held að bara Chief vissi að hann þurfti að fara all out against Magic, af því hann er bara mjög góðan chip, ég þarf að segja. Hann er rosalega góður á chip. Já. Ok, counter Sweet traded. trade. Næra hann með 2H-inu. 6H inn í hornið. Mappa punch út úr inn í leipið. wallbreak. Og wallbreak. Hann ákveður að gera super þrátt fyrir minna tension gain. Hann er að velta það að hann nái að halda momentuminu sínu. Næra hann þarna með jump attackinu. Hann aftur í vegginn. Blokkar 6K. Nei. Hann nær að beita út deflect shieldið. Og Magic nær að taka þetta round. Svo það er set point á Magic. Já. Game point þar að segja. Getur Chief alveg turn this around? Er spurningin núna. Ok, Alpha Blade. Counter hittið. Hann reyndi að masha. Þetta 2D. Pælbunkurinn af reipinu. Inn í crossupið, inn í annað crossað. Wow. Roman cancel úti. Vel gert. Pælbunkurinn er Þetta ekki líta mjög gott við Chief. Nice Roman cancel, en hann er ekki caught af 2H-inu. Hann er að... neitt að grípa. Smá desperate, en hann er ekki ennþá út, hann er ekki ennþá búinn. Oh my god. Það er counter hit. Burst. Hann er burstar hann. Nei. Hann er bara að fara að shuriken hann. Here, catch. Hann er að spila cowards game, en hann náði því. Hann Magic tekur þetta 3-1. Vel gert. Heldur áfram í Winners Final. Já. Næsta dagskrá þá erum við með Winners Semi-Final Dan 50 og Hihi. Það verður þá Angie Batman matchup líklega. Já, heldur að hann fyrir ekki að byrja með Sin í þessu? Hann er aðalega búinn að vera að spila Angie 2.0 nefnilega, þannig að ég sé ekki fyrir mér að hann myndi fara í Sin. Ok, alright. Angie er líka, hann er ekki lélugur á móti Batman, svo ég sé ekki af hverju hann myndi taka Sin frekar en Angie, sko. Ég hef enga hugmynd hvað þið er búinn að gera með Sin í þetta stóra patch. Ekki búinn að nerfa hann eitthvað mikið meira heldur en aðra karaktera. Hann fekk náttúrulega stamina gain tilbaka. Þarna sem var gott fyrir hann. Og það var eitthvað sem fólk var búið að vera að biðja fyrst hann var með það í Xrd, en hann fór aftur í rætur sína. Hann náttúrulega byrjaði sem Angie player, skipti síðan í Sin fyrir svona 7 mánuðum og er búinn að vera að spila hann síðan þá. En síðan þá skipti hann bara yfir í Angie núna. Þannig að hann vildi byrja að prófa hann aftur og Angie er rosalega sterkur einmitt núna út af því hver gott neutral að hann sér. Leikurinn orðinn svo neutral dependent að þegar þú ert með gott neutral þá ertu góður karakter. Mér hefur alltaf finnst að Angie er svolítið
alltaf fljúið under the radar fyrir mest fólk eitthvað og núna með þetta með að fókus á neutral ég held að það verður kannski gett hann aðeins meiri sterkari þú veist svona kannski meðal player Angie svona under the radar vegna þess að hann execution heavy sérstaklega núna, hann var náttúrulega bara high health gorilla damage sponge náttúrulega í síðasta patch en þannig að hann execution dependent á það hvenar á að nota spin en mikið af top players sett hann í like top 4 meira sig í síðasta patch og hann hefur alltaf verið sterkur það bara þeir voru ekki vissir hvernig þeir ætti að nerfa hann alveg hann fekk náttúrulega ný svona charged moves versions af þarna rekkaðinu sínu úr Fujin svo þarna það hefur búið að vera rosalega gott benefit fyrir hann en ég bara veit ekki hver nerfin við hann voru þannig að mínum að hann bara búin að vera sterkari frá því í síðasta patch ég fekk ekki sjans til að spila á móti Hihi eitthvað í bracket svo ég var ekki alveg eins góð hugmynd hvernig hann alltaf náðinn rosalega góður leikmaður þannig að ok, og það verður button check á meðan lítur út eins og já, þetta definitely button check hvernig finnst þér annars nýja UI changeið? Finnst þér það betra eða verra en það gamla? Mér finnst það aðeins betra. Það ekki að vera svona huge en eitthvað það definitely gefur aðeins meira svona color or personality eitthvað til UI finnst mér personally. Skilgóð minnar. Ertu búinn að kaupa Season 5 passið eða? Þannig að með Jam og allir þessi character. Já og líka það náttúrulega hægt að setja náttúrulega eitthvað svona meira fancy Battle UI. Já, ég... Hvað þú varst búinn að prófa það? Já, ég bara sá að það bara 3 sem komið, þú veist svona the default, þetta nýja og eitthvað þeir svona gold eitthvað hluti, þú veist svona, ég veit ekki hvað meiri fyrir að koma eitthvað tíman. Herðu, en já, núna byrjum við. Þá erum við að byrja Angie vs Batman, Hihi vs Dan 50. Þetta verður mjög interesting að sjá, eitthvað, hvernig þetta fer. Ok, byrjar á því að blokka lowið, nær ekki alveg Oki. Hann reynir að close slice hann úr þessu en maður verður að muna að close slice er honum svo miklu lægri. Næ, þarna að punish hann reynir að reyna að íta og taka á Veiga. Nice combo inn í vegg. Nice. Það er að halda áfram með þetta. Þeir enda grab hann. Hann var ennþá í rúmborð en reyndi að þróa. Hann er að blokka. Nei, hvað var nú þetta? Já, bara fór í annað throw. Hann var ekkert að gefast upp. Nei. Inn í close slashið. Þetta er wall stick. Já. Og náði. Klárar þetta. Batman gerir fárlega mikið damage. Þetta var 2 interaction sem hann þurfti. Batman er ennþá svolítið scary í þessum leik, finnst mér. Ok, Needle. Hann burstar út, hann Hihi. Nær honum með fyrstnum inn í Oki. Nota deeper shieldið, vel gert. Og auðvitað, þeir er búin að gefa, eins og Dan 50 sagði mér áðan, þeir gafu Batman svona eitthvað Fanta moves, eitthvað, þú veist svona, í þessum nýjan patch. Já, einmitt. Það sem þeir gafu eitthvað. Hún er svona orange, eitthvað lightning. Hann catcha recoveryið á parryinu. Nei! Nice reversal. Já. Og Dan 50 tekur fyrsta leikinn. Ég er alltaf svo surprised á hvað fljótt þetta super reversal getur komið út fyrir honum. Já, þetta er scary. Þú þarft að passa þig að vera ekki með of stórt gap inn á milli árásunum þinna vegna þess að annars geta þið bara... Já. Ok, náðum í corner. Hann byrjar að juggla honum en Dan burstar út. Roman cancel. Cancelið, nær hann wallstickinu. Já. Og break wall. Það er bara að halda áfram momentuminu. Hann er að blokka lowið. Já. Risky Ko, en hann er ekki punish fyrir það. Nær hann endur hann með 5-pinu sínu. Blokkar ekki overheadið. Og reynir að íta og taka í Fujin og er það svona tekinn. Þeir enda að spinna og hann bara ból staks í throw. Ok, burstað. He burstar út. Og náðið spinnið. Ok, nær overhead. Ok, hann
Eddie er út, hann Dan, en Okay. nær ekki að halda því að koma hann í vegginn. Náði Inn í vegginn. wallstick. Break. Ó, náði ekki að grípa honum. Dan, en hann burstar út úr punishinu. Wow. Þetta er viðbjóðslegt. Já, inn í Oh my wallstickið. god, þetta Red Roman náðist. cancelið hittar hann ekki einu sinni. Þetta gæti hafa verið game changer að ekki vera að leika með mýrur, annars gæti hann verið Yellow Roman cancel út einmitt núna. Náði að jabba út. Næra masha út Já. með 5 pínu sínu. Hann, Hihi er náttúrulega serial masher, sama hver oft maður punishar hann fyrir eitthvað, þá heldur hann áfram að reyna að masha á þeim tíma. Afskar mig, ég held að ég var the serial masher í þessum Kurok. Ekki með við Hihi, sko. Ok. Ok, Nice burst block. Nice 6p. Ítir honum Dan inn í hornið. Backdashar áður en hann næri að hitta með close slashinu. Nú er Dan smá fastur í the guessing game út af því þetta er bara OK eftir OK. Okay. Nice block string. Næri að blokka lowið en næri ekki að halda áfram. Hann reynir að koma sér út eftir Red Roman cancelið. Sweepað. Það er að hitta hann með 2S-inu. Já. Þetta chip damage. Það er náttúrulega að segja hvort það sé chip damage. Ég elskaði að þeir ættu þetta. Það er mjög sniðugt. Já. Nei. Já, þú verður að punish hann svo snemma eftir kóð. Þetta er fáránlega lítill mínus sem hann er í fyrir það. Reyndi eitthvað að deflect, eitthvað hann misti ekki chansið. Hann þróaði bara. Inn í wallbreakið. Hihi að snúa leiknum í sitt favor. En Cancelaði hann með force slashinu. náði Hihi. Ok, deflectaði. Nei, hann kanslar honum úr purple Roman cancelinu. Jesus Kristur maður. En hann þróaði hann tilbaka. Deflect. Nærði hann með jump slashinu og er núna kominn með hann. Já. Hihi það bara að vinna einan meiðarleik og hann er komið með advanced til Þá er hann farin á móti Magic í Winners Final. Og það verður í fyrsta skipti sem ég sé Dan ekki í Winners Final held ég. Það verður svolítið skrítið að sjá. Nærði hann með air to airinu. Ég er að kasta út air til að reyna að catch hann. Og hann bara force slashar hann. Þetta er svo stórt force slash maður. Man. Catchar hann við sprengjónum inn í reversal superið. Og hann ennþá lífið. En hann nær ekki að confirma killið. Nú þarf hann að passa svo Oki. Ah. Catchar hann endið á spinninu. Þetta var perfect win hjá Dan. Perfectið á hann. Okay. Block string. Út í... Nær að trippa hann upp en nær ekki komið sér úr horninu. Okay. Náði með fans. Sjáðu þetta neutral Hann maður. er ekki ná að punisha fyrir þetta kó. Nær ekki að blokka lowið. Okay. Þetta er inn í combo. Red Roman cancel nættar hann á wallstickinu. Og já. Hann náttúr að... Okay. Dan að vera svo careful. Aftur í kó! Hvað er með þessi kó? Hann er að búast til jump-onu svo mikið. Nær að treyta en hann Hihi burstar út. Hann er að... Oh my god. Hann kom Red Roman cancel. Þetta gæti verið... Nei, náði ekki vegginn. sem að Dan þurfti. Nei, byttu hann næri ekki að Oh punisha my þróið. god, nei. Burstað. Hann reyndi að gera jump þó. Það ég ekki. Sweepað. Og næði þetta með bar slashinu. Ég trú ekki að ná þessu. Við erum ennþá í gangi. Og það er game set point á Hihi. Ég hef vel held að Hihi var náði þessu. Hann er búinn að vinna the whole thing. Þetta 6p. Oh my god. Vá maður. Þetta hefur bara hitt start-upið á form slashinu eða eitthvað. Ok, þróað. Nice backdash. Ok, þróað. Nú er hann í the corner. Reversal.
On Roman cancel út úr því. Það er að Purple Roman cancela, nær ekki að confirma. Ætli hann hafi verið að búast við burst eða... Þetta er svo close. Nær ekki að blokka lóið. Já, Wallbreaka. Okay. Oj, hann Hann út deflect shieldinu. Annarkvort fáránlega gott reaction eða bara lélega time tjónum Dan. Nær hann með Fujin. Og í fyrsta skipti sigra Dan 50 held ég. Við 3-1. Já. Bara... Það er ekkert smá. Nei, alls ekki. Og þetta á móti Dan 50 of all people hérna. Einmitt. Og þá er það He winner finals og Dan sem að færis niður í losers Guð minn góður. semifinals. Já, þetta var spennandi leikur en nú færum við okkur niður í losers round 1. Til Omad og Woos Bobbin. Svo bara... Já, það er Nagor og Yugi Já, og Elfeld. versus Elfeld. Já. Woo's búinn að færa sig yfir í chip. Já, Svo hvað held þá? Það hefur bara eitthvað 3 chips eitthvað í þessu móti held ég að því Riceman Já, var Riceman er náttúrulega líka chip. Já. Jæja þá. Vinsæll karakter. Seriously. Nei, Ok. ég ætla að segja ég var spenntur að fá að sjá hvernig hann ætlaði að nota nýja múfið sem að Nagor og Yugi fekk náttúrulega í patchinu. Já, but En ef hann ætlar að spila chip, ef hann kan fara að spila þá bara við fáum það ekki opportunity I guess eitthvað. Já. Þeir eru bara að sjá það einhvern tímann seinna. En já, og Omad er definitely búinn að vera mér finnst við að mjög fít í mótið eitthvað í dag af því ég spilaði mótið honum í bracket og hann náði mig í 3-1 þú veist Já, þú meinar. Já. Hann tók þig frekar handily. Já. Kannski Elfeld var ekki það lélega eftir allt saman, eftir allir 2.8. Eitthvað þú veist að því svona, ég held bara að Cynic myndi kannski að segja að því Elfeld var nerfed og Potenkin var mega nerfed eitthvað en ég alveg gerði allir lægi samt eitthvað með karakterinn eitthvað náði eitthvað squeeze eitthvað inn í losers top 8 sjálfuð Hún var náttúrulega nerfed þegar það kemur að þarna Bomb Chocolate, þannig að sprenginu sem hún kastar þegar hún hoppar, hún fer ekki nærri því jafn langt lengur. Þannig að hún næri ekki að gera þessi stansu þessu cross-ups á Ogi og eftir Heavy Knockdown og Wallbreak sem eru svo fáránlega berandi. En já, ég held ekki bara að Omad er bara, finnst hann er búinn að æfa sig alveg mjög meðið, þú veist svona, í þessar recent times. Kannski er hann byrjað að spila leikinn meira eftir að 2.0 kom út. Hann ætlar að spila leikinn ekkert eitthvað sérlega mikið. Kannski. Ég er auðvitað ekki búinn að spila hann neitt þetta, þú veist svona. Nei. En heyrðu, við erum að sjá Nagor og Yugi, er þetta button check? Það er spurningin. Það er ekki button check, við erum að byrja strax. Já. Okay. Og þeir eru að horfa á introið. Já, og hann Woos Bobbin að byrja með Nagor og Yugi, svo við fáum kannski að sjá nýja múfið. Kannski. Ok, þeir ætla ekki að hlusta á dialogið. Nei, ok. Kemur sér strax inn. Og Woos er strax komin í hornið. En hann næra að íta sér út. Ok, Throw úr Beybladeinu. Reyna að bakta sem vill ekki lenda í rekkaðinu hennar Elfeld. Það er svo fáránlega erfitt að giska. Það er ekki hægt að fuzzy að neitt. Heldur henni úti, næra Beybladeinu. Off-roll hinur liðina. Ok, Omad var svolítið varlega með að rekka. Nær hún með second hitinu. Nei. Risky 6H. Það er að Omar er núna komin inn í hornið. Er ekki hittur af 2H-inu. Ok, burstað. Nær honum í byrjun á Beybladeinu. Áránlegt damage sem að Nago gerir. Já. Hann tekur það Woos Bobbin fyrir það hefur alltaf verið the case, I'm pretty sure. Ói maður, þetta counterinn. Sjáðu þetta maður. Þetta er bara 30% farið strax. Allt blóðið farið, hann var ekki með the reach. Nei. Hann er bara að reyna að backdasha í burt. Ok. Var ekki alveg Omad var henni ekki að. Eftir 2D-ið. Hann special cancelar ekki í neitt. Nei, ok. Það er að reyna að gera Super. trap. Wallbreak.
Hann fór ekki í bombvestið. Ekki núna. Oj, Oh, næra what a backdash en backdash. Ekkert punish. Yellow Roman Ok, not cancel. gott. Yellow Roman cancel frá honum Woos. Oh. Það Á. er ekki Manic Blood, hann er ekki að nota nýja múfið. Hann vill ekki riska því. Ok, burstað. Æ. Ok, lætur hann Ómar bursta. Ó, hann getur nýja múið. Það er sniður fyrir hann. Ok. En nú er Ómar búinn að nota burstið sitt sem að þýðir að hann getur verið í Enginn er með sitt burst núna. right now. Oh my god. god. Command-thróinu. Throw. Hey, næra. Æ, nei. Sveipan þannig með 2D. Ok. Near throw. Wow. Okay. Now they escaped the air throw just in time. Næra hann overhead inn í Bomb of Chocolate. Það er fáránlegt að þetta ítir er svona langt í. Já. Þetta var sandwich pressure, sko. Okay, wall break. Þeir Oh! hoppar inn í 2-edge. Ok, 2D. Oh! Og sweepað. Næra hann þarna með 2D-inu. Það er fyrsti leikur fyrir til Ómar. Og maður næra squeeze einum át. Okay. Hvort eitthvað úspopping getur turn it around this early. Nærmar hann með force actionu. Nú er Woos Ok, komin í hornið. vegginn. Það er hann bara að blokka. Nær ekki að blokka overheadið. Burstað. Nær hann með K-poke en hann nær ekki að converta úr því. Æ, nei. Hann burstar hann samt út og nú er Woos byrjar Hann er að feta byrjar að fá áfram. smá blood, nú þarf hann að passa sig. Ó, nýja múfið. Nota þetta move til að cancela blood gainið. Nú þarf hann að passa sig, já. Út af því ef þú nærið ekki að gera neitt þá náttúrulega fyrir allblóðið. Oh! Næra hitta með fullscreeninu. Ég er alveg Svo búinn fáránlegt super, þetta grínast í mér að Ég er alveg búinn að gleyma alveg hvað ridiculous þetta blood super er hjá honum Nago. basically bara projectile super. Já, sko. oh my god. Nær ekki að punisha hann Nei. fyrir 2S-ið. Red Roman cancel. Inn í wallstick. Ok. Ok, það er honum í gennum vegginn. Big get attention. Ok. Ok, burstar út. Nýja Hann getur verið múfið. smá vesni núna. Nær að Þróa throw honum. Já. Úspoppin tekur leik 2. Jæja þá maður. Já, ok. Byrjar sterkur, nær inn í throw. Ó. Inn í þetta sandwich Þetta pressure, þetta er sandwich pressure. rosalegt. Hann blokkar ekki seinna hittið, hann ætlar að reyna að gera eitthvað. Þetta er eina sem hann getur gert með að counterthrowa. Blokkar ekki overheadið. Nice burst bait, en næri enga punish. Red Roman cancel. Cancel, en næri ekki að halda pressin áfram. Ok, combo. Næri counter hittinu, inn í kill. Allt í lagi. Reynda uppercut. Næri að hoppa undir hann. Ok, inn í vegginn. Ekki alveg. Új, reynir að throwa en er Og- á sprengjunni. Ok, geð ekki super. Ég skilur reyndar ekki af hvað hann gerir ekki, hann er með svo hátt. Já, ég veit Æja, það. allavega. Kannski bara glemt hann því at the moment. Næra 6B. Heat of the moment kind of thing, held ég. Já, þetta getur líka bara ekki innflota super alltaf. Ok, núna ekki Annað annað tekur hann saman. superið. Klárar það? Nei, ekki alveg. Hann er með ágætlega mikið health að Nago, þannig að þetta... Ó, blue! Új, af hverju Blue Roman cancel hann? Hann hefði getað fengið mega punish. Ég hef einhver hugmynd. En Ómar fær leik 3. Já, Ómar tekur annan leikið sinn og er núna komin á set. Set eitthvað game, Game set þar að segja. já, Á
Ásaki, set game. Ég veit aldrei hvort það er. K reynir að gera K en hittur af Bomb Chocolate. Þegar maður horfir svo mikið á svona hype Guilty Gear, maður bara gleymir hvað orð geta þýða stundum. Inn í Bomb Cancelið. Býttu, það er smá fleiling. Nei! Hann hefur missa input á dash macroið. Ó, nei! Þetta 2H svo gott endi. Nei! Og hann tekur eitt líf af Óvari frekar fljótt. Þetta var ekki pretty. Nærmum hann við forslashinu. Okay. Og hitt hann með beigblitinu. En nú hann komin upp í 2 bar. Ætlar hann að nota nýja múfið? Hann þarf það ekki. Ekki núna. Trade. Kvartar 5p-inu. Reversal super. Er þetta komið að... Ekki alveg. Nei, þetta ekki alveg svona mikið damage. En hann fær samt pingum hans okki af þessu. Wow. Þú verður að passa þig. Og Woosbobbin tekur leik 4. Og það er þá 2-2. Já. Nú set game fyrir báða. Jæja þá. Ok. Nú bara sjá hver getur fengið enginn vill með hana. Og sjáðu hver mikið þetta helvítis bloodsuck hvað Mandraw gerir. Já. Ok, það er samt að þróa honum inn í hornið. Reversal super aftur. Þú verður að passa þig, þú verður að blokka. Og ég held að núna Bobbin í... Þetta eru kill, yes. Já, game set points. Yes. Getur Ómar hang in there. Inn í overhead. Wow, allavega. Þetta er ekki eins og overhead, hann er bara ekki blokkað fyrir að rekka hennu. Ómar hefði fyrir að fara í annað þróðana, hann reyndi ekki ít að takka, hann var ekki viss hvort hann myndi reyna að þróa það út úr því kannski. Hann Woosbobbin. Új, nærðu þarna með forslashinu. Új, bara inn í Red Roman Cancel. Hvað var þetta? Hann vildi fá smá auka damage. Eða hann misinputaði super. Gæti við. Ok, bara stað. Út. Új, hann næri ekki alveg að reacha. Nice air dash. Új, býttu nærinn að hoppa yfir. Wow! Býttu Red Roman Cancelið. Já. Og bara stað. Nei, hann næri ekki burst beita. Þetta er stressandi. Nei. Býttu hann whippar Red Roman Cancelið. Oh my god. Hann næra. Og núna Ómar næri einhvern veginn að koma þessu út. Og báðir leikmenn núna á game set point. Oh my god, maður. Ég trúi þessu ekki, maður. Hann bara svo... It was like a pixel left. Ekki að blokka overheadið. Inn í wallspade. Inn í wallspade, ok. Yes. Ok. Er þetta Ómar's second wind? Er spurningin. Það er Ómar að koma sér nær honum með hann með forslashinu. Hann er með burst núna. Hann er Woosbobbin, já. Hann er að passa sig. Ok. Hann er þetta bara að fá hann. Nei, hann næri hann ekki í kleginu. Núna Ómar burstaði. Næri hann með Sugpi. Ok, forçar burst frá honum Woos. Nú er það með 1 meter. Hann er með 50 tension. Ok, yellow Roman Cancel. Nú er Woos... Nei, hann blokkar. Oh my god. Hann blokkaði skotið með the transformation. Ómar næri að taka þetta. Blood Rampage alveg not coming in clutch. Heldur áfram í loser semifinal. Oh my god. Þetta var alveg crazy set hjá þeim báðum, maður. Loser semifinal, var það ekki losers round... Losers round 8. 2. Þetta var losers round 8. Í top 8, já. Síðan quarterfinals, síðan semifinals, síðan... Já, quarterfinals, ég glemdi orðið yfir quarterfinals, ég er alveg að missa mig. Vel gett hjá þeim báðum. Ómar nær einhvern veginn að
gera þetta. En já, næsti leikur er þá Moon og ég. þú. Þannig að Svo- það þarf einhver annar að koma hérna með mér að kommentari. Já, Endilega bara einhver sjálfbáðaliði. Já, ef ykkur er til, the mic's open, svo. Hann hí kemur hérna hlaupandi, hann er að gráta biðja að fá að koma hérna á kommentari með mér. Halló. Jæja, vel gert með leikinn áðan, bara til Takk hamingju. fyrir. Þrátt fyrir það, Angie er klárlega top one character right now. Já, gæti. Þú gætir verið orðið happy chaos af Ég er ekki þessu að- patch. Ég ætla ekki að segja neitt neitt, en hann er örugglega freka góður. Allavega Örugglega. það Ég er trúi- að kallast ekkert að svindla í þessum leik. En nú erum við að klára hérna Losers Round 1 og taka hérna Inga vs Moon. Jæja, Það er Happy klassískt. Chaos vs. Potemkin. Potemkin, Þú veist, þetta er- mjög 1.0 matchup, honestly. Já. Sjáum hvort þessi Hann hrafnir með famous quote þar sem hann segir að hann zónar aldrei með Happy Chaos nema þegar hann keppir mótið Potemkin. Svo nú þegar Happy Já. Chaos er orðin actual zoner, þá fáum við að sjá hvernig honum gengur. Ég held að hún ganga freka vel. Ég Ég held held það að líka. Happy Chaos og Potemkin eru í góðu standi. held ég. Potemkin neutral var náttúrulega ágætlega nerft. Ég meina, Gigantor Kai er ekki lengur Hann lappar. besta múfið í leiknum sem að leifur hann bara að lappa áfram stanslaust og kemur opponentinum í hornið. En núna lappar hann. Hann lappar aðeins hraðar. Það er rétt hjá þér. Aðeins er understatement, honestly. Hann er... Þetta var significant speed bump. En síðan voru náttúrulega command throws eins og Potemkin fannst er ekki lengur immune við throws sem að þýðir að það er annar Hann var layer al- við 50-50. Hann var aldrei að grípa þig in range, honestly. In range af venjulegu grabbi. Já, en command throws extenda Ekki grabboxinu. ekki. Já, ok. Potemkin er the least effective við það af öllum command throws. Það er fair. Saturn er nöfndu því. En Já, þetta er ekki óstórt change hvað sem er. nei. Þú veist hvað sem er bara command throw að þegar þú veist að það er ekki að fara að masha. Það er lygi. Ég var að command throw þegar ég vissi að fólk var að fara að þróa mig þegar ég var að þegar það Já, hélt ég var að fara núna- að mistæma meaty. Núna þarfstu að gera eitthvað annað. Já, eins og að gera actual meatyið. Bara gerðu drills aftur. Það er það mýri. Þú vilt bara að ég spili kartinn á einn hátt. Það er eitt sett Ok, maður gerir vanlega sama mýri. Já, og- ok, já. En samt- Boring. Boring. Allavega hana. Hérna erum við Potemkin vs. Happy Chaos. Við erum með sama color scheme, blár vs. blár. Jæja. Þannig að hér fáum við að sjá hvernig Moon tæklar þetta. Byrjar strax á því að bakka, kastar curse en hann nær að blokka þann Ingi. Og það er svona 6-age, nýja 6-age. Sem að er fáránlegt. Það er mjög fyndið. Nei, nær að throw resetta, reloadar. En nær náttúrulega engu ókey vegna þess að þú getur bara reloadað 6 í einu. Hann nær að flikka byssukúlunni. Það er eitthvað í gangi. Ok, nær Ok, hún hann þarna er með gauntletinu. Guð, ég fór yfir nafnið á þessu move. Bara Daginn. random ass Potemkin buster, en þú veist. Bara reyna eitthvað. Og nær Ok, hún þarna gott. með 5-edge'inu. Gott YRC. Fyrsta round af leikinum til Inga Þór. Og mér sýnist að textin er á rengum stað. Það er að þróa hann úr dustinu. Hatchar hann á wake up, hann reynir að íta á taka. Þú verður að passa þig að ekki íta á taka. Garuda Impact enda mjög gott. Já, Ingi byrjar að nota Garuda Impact. Næra þróanum. Það var náttúrulega þannig áður fyrir að Ingi nota aldrei Garuda Impact. Sem, ég veit ekki hvernig, hvað þetta er plus 18? Og nærðum hann með Force Eða Life. meira, ég veit ekki. Tekur Þetta er fyrsta leikinn hann Ingi. mjög góð leikur hjá Inga.
heldur að fá hann bakka. Þeir tóku casuals áðan held ég og hann Ingi var kvartum út í Happy Chaos hvað sem Ok, got wall break. Have no resources. Part of Happy Chaos er pretty much bara old habits die hard. Got Nei, wall. cross-upinu, en hann burstar út, hann Ingi. Got Nær BRC en ekki nær að ekki punish. 6p. Hann reynir að backdash hann í charge dustið. Hann kann ná þetta. Eini hinn playerin sem... Nei, ég er að sjóka. Það er bara, jú... Ekki jafn gott Gigantarkai er orðin aðeins hraðari samt. á miklu hraðari en nú það fer ef það væri ekki hraðari það myndi ekki komast fullscreen. Það er rétt. Hann er 6 stageið. Þetta 6-8 er rosalegt maður. Sjáum hvort Moon nær að snúa þessum Hún er bara að reyna momentum. að bakka en hann kemur sér í Hann- hornið. Það er spurning hvort að... Hann er að bakka aðeins svo mikið. Hann er að gefa honum ómikið pláss til að gera sinn hlut. Ó, næra að catcha hann þannig að ekki segja... Ó, einn í Potemkin Og busturinn. Popbuster. Ok, burstar út. Hann er að reyna að ná honum þarna á... Hann er að reyna að ná knockdown svo hann geti komið svona honum í horn. Verður að passa þig að ekki standa í range við Potemkin Buster þegar þú ert að nota ókýðið. Hann hefur nú ekki góðan reversal svo það er ekki neinn hægt að bara smasha wake-upin hans eða gera oki. Það er enda rétt hér. Hann er náttúrulega ekki lengur með shield á Potemkin Buster eða? Nei, alls ekki. Það er farið. Nei. Þú veist að koma frame 5 svo það var ekki reversal. Það var Það kom út að sama frame of punches sjálf. Það var bara mjög annoying þegar þú sér aðstæðum sem það átti ekki að vera annoying. Ok, gott round so far fyrir Moon. Vel gert hjá Moon, byrjar að snúa. Hefur full resources, mjög erfið staða fyrir Potemkin, jafnvel með speedbuffið. Sérstaklega þegar Flip var líka nerfed. Projectile fyrir styttra held ég. Það er þetta snill. Catchar hann þannig með rocket jumpinu. Ég var að muna hvað gauntlet moveið heitir núna. Nær ekki konverta yfir þetta en sjáum hvort Inn í throw. Þannig komin inn í hornið, þú ert að passa þig. Ok, hann burstar bara út, hann vill ekki fara í þetta 50-50. fær smá burst refund. Blue Roman Cancel nær ekki að punisha. Inn í close slash en fær ekki conversion af því. Burst er frekar risk-free reversal. Það er það. Bara -2, svo jafnvel þú kemst ekki úr pressunni þá ertu ekki punished. Já, einmitt. Það er setups þess að punisha það en, þú veist, leifir sér við hittur að, Ok, hann býst við Gott einhver match. Potemkin Buster. og þetta 6 stage, 6-8 of Doom and Despair. það fer bara, Og þú kemst nú er ekki frá Ingi því. kominn á match set point. Sjáum hvort Moon er að taka þetta í annan leik eða hvort þetta endar hér á 3-0. Inn Þetta í er Potemkin Busterinn. pappa sem Þetta er viðbjörnslegt. er vond fyrir hann. Gott grab, Ég held að hann hefði búist við öðru Potemkin Buster sem hann að þróa. gæti verið. Ok, nær decent damage á hann. Ok, nice burst. Hann er Og að gera einum og mikið backdashes að mínum mati. nær hann á 2K2D. Nú þarf hann bara að halda fram pressunni. Nota Þetta er- Deus Ex Machina. Þetta er góð stað, það hefur hitbar til að gera hvað sem er, en hann Nú þarf hann að recovera fókus. hefur lítið fókus. Nei! Þarf það ekki. Hann reynir að masha og hann catchar hann með close slashinu. Moon er ekki Þetta- út strax. Eða J2K er núna orðið að JH held ég. Þeir breyttu, Já, og þetta því að hann getur ekki verið með byssinu í loftinu lengur. thank god. Thank Daisuke. Það var 2-1. Það er búin að vera bulletið sín. Kannski- Ó, catchar hann þarna. Hann hafði ekki fókus og ég held að hann gæti ekki konverta, svo ég veit ekki hvort þetta var gott burst hjá Inga. Gott mash. Nær ekki úr Red Roman Cancel úr þessu. Red Roman Cancel var aðeins og sein. Sjáum hvort hann Moon er að hluti sem ég er að segja.
næra reversa leikina og reversa momentumi. Új, nær honum þarna. Hann Ingi það er að mynda sprungur. Gott burst. Gott flick hjá Inga. Það er náttúrulega rosalegt að hann getur skotið náttúrulega 3 búlum svona í quick succession. Hann getur náttúrulega counterað að Ingi getur bara immediately. Gott mash. Og hann komin í pressuna hans. Þetta scary. Hittur á 5D-inu samt. Þeir nerfuðu ekki pressuna hans of mikið. En þá hrikalega erfitt að komast út úr því. Þótt það styttri, hann getur gert það í styttra tíma. Gott throw hjá Inga. Og meaty 2S. Þetta gott damage fyrir að lítið combo. Upp að vera plus. Hittur hann nú aftur út, tekur í burt smá mirror frá honum. Ói! Blokkar ekki. Verður að passa þig á þessu. Lítið help. Nær ekki að punisha megafistið. Og blokkar ekki slide headið. Tekur af slide headinu. Nú það match point á Inga aftur. Nær múna. Hittur. Góð byrjun. Gott burst samt. Nær að taka hann úr slide headinu. Ég held að núna getur ekki byssan ekki hit. Það er ekki neitt RNG lengur. Já, það er bara lock on eða ekki. Það er bara, það tekur tímins að lock on svo það er ekki instant eins og það var áður. Svo það er gott, ég hata RNG shot. Komin í danger, en nær að catcha mashið hjá hann þarna. Já, þetta er wall break. En nær ekki að En hann refill á með 2 resources. meters og hann Ingi með smá advantage. Þetta ætti að vera, þetta Hann var nær ekki ekki konverta alveg. Reynir að masha út en caught af frame trappinu. Þetta er 2-2 fyrir það báða. Verður þetta reverse 3-0? Það er skemmtilegt að sjá. The he reverse, skoðum. The he comeback. The HC comeback. Nær honum þarna í vegginn, Deus Ex. Getur nær ekki að fá resources tilbaka. Ætlar hann að reloada byssunni? Nei, hann fer strax í pressu. Virkið meaty, en það er eitthvað, hann er ekki alveg ná hvað sem það reyna að gera, þannig. Svo miklu verður Nice 6P frá honum. Enginn náði ekki að fá neitt advantage focus super. Ruta. Ef ekki, ég meinti Gigantic, gott slide hits. Nær að hitta hann þarna. Þetta er 6-stage. Veit ekki hvað hann gerir. Ég held hann er að reyna að gera bara... Nær að blokka charge dustið. Vel gert hjá honum. Nei, hann hleypur inn í Gigantic-kæinn. Nær að blokka megafistið. Hann þarf að gera eitthvað. Nei, hann er rétt svo ekki við nógu mikið reach. Spacing trapped. Ingi á match point. Maður getur ekki lengur 6P á 2S sem er leitt. Svo það er ekki mikið sem að ætti að vera 6P í neutral hjá honum. Kannski force slash en hann gerir frekar 2S oft. Ja, Stangif. Og ég held að þetta er það. Hann missar 5-in. Tekur hann á Þetta er poor megafistin. momentum. Það var þetta 3-2 Ingi nær að til taka Inga og hann þetta. nær að Heldur taka áfram í þetta. quarterfinals. Mjög Já. góður leikur hjá þeim. Klálega er Happy Chaos orðin verri, en ég held í rauninni að hann er bara erfiður að einhverju leyti. Ég held að Það tekur mikið af players eru bara að venjast nýja playstylinu. En næst og erum við að Crownless taka... Chief Omar. Crownless Chief og Dan 50 í Þetta er losers. ótrúlegt, ég skil ekki hvað er í gangi. Það er crazy. Sem að þýðir að bara einn þeirra hefur séns á því að fá annað sæti. Dan 50 eða Crownless í já, þriðja það sæti er- væri í fyrsta skipti það bara er í það. langan tíma. Já, þau myndi keppa hvort þau, já, það er satt. Það stressar fyrir Ómar og Inga allavega. Þetta eru erfiði leikir fyrir þá. Já, þetta verður ekki létt við þá. Ekki null chance. Ekkert er null séns.
Ekki þetta losa En það er smáli. þetta verður uphill battle, það Maður er þarf alveg bara að fyrir víst. vinna fleiri 50-50s. Það sem ég gerði með Dan, ég vann bara simply meiri 50-50s en hann. Já, því að þú hefur 100-fall fleiri 50-50s en hann. Ég gef meiri 50-50s, waiter, more 50-50s. Exactly. Þú þarf bara, þetta er fighting game. Og Við þetta er erum að sjá bara þannig 50-50. Crownless vs. Ómar. Playstylið hjá Elfelt er mjög mikið byggt á mix-upinu úr rekkaun hennar sem er náttúrulega 50-50. Já, það er 50-50. Svo við fáum að sjá hvernig hann Chief díla við það. Ég Og það sem myndi hún er segja reynda að- komið með er að hún er komið með mjög decent sandwich pressure með byssuna. Já, ég ætla að segja að pressure er miklu meira diverse en það var áður. Og þegar hún getur nota byssuna í staðin fyrir að bara hoppa og nota byssuna, getur hún nota byssuna í actual pressure strings. Já, það er, núna í staðan fyrir að gera annarkvæður rekka eða bomb, þá er það rekka, bomb eða gun eða þú veist, Og bomb er Stagger náttúrulega pressure. þú sér bara þegar hún gerir bomb og hún hoppar ekki nærri því að langt, þannig hún getur ekki lengur fengið alveg jafn gott að því, en hún getur gert til það er dæmis. samt cross, eða ekki ennþá cross-up. Ég sá Jú, það ef þú ekki. stendur nógu nálægt, þá er það cross-up, en það er ekki, þú veist, Hann getur auðvitað, hann getur, hann getur car dash cancel eða eitthvað, I don't know. kannski, Hann er að taka upp tempkin á þetta. interesting. Það er hann að áhugavert. búast við Bomb Chocolate og hann er rosalega itching fyrir the Heavenly Potemkin Buster og Bomb Chocolate. Ef við sjáum það væri mjög fyndið. Ég held að það sé ástæðan. Ég held að við séum að sjá hérna Chief vera greedy man sem að langar í Heavenly Potemkin Buster á jump move-ið hans Óvars. Nei, þetta er Slayer. Nei, hann var bara að hafra yfir Potemkin og engi var Potemkin. Já, Við þetta hefði hugsaðum svo mikið. þetta hefði verið áhugavert. En ok, við sjáum hérna Slayer vs. Elfelt. Chief er ekki að taka þessu easy. Hann er bara, hann er determined að komast allavega í Losers Finals. Það er samt bara Bara check. check. Já, allavega Já, ég þeir eru held- ennþá að spila drift. Ég held að hann með Happy Chaos control skimmi. Já, nei, þetta er... Down er... Já, þetta er ekki byggt fyrir controller. Just running. Byggja upp tensionið. Já, þannig að þetta verður áhugavert að sjá. Ég hef ekki séð oft Ómar gegn Crownless Chief. Ef Oftast er Ómar á móti Dan, þannig að þetta er nýtt. Ef Ómar vinnur, þá er Soul Bad Guy. Ok, Ég held að hann langar bara að spila Soul Bad Guy. hann var að taka svona Solberga í þarna pools allavega, svo Hún finnst gaman á Soul Bad Guy, eins og mörgum hér. hann náttúrulega, Gunflame náttúrulega er komið miklu meira range, þannig að Solberga er ekki lengur með stubbiest moves í leiknum. Á, þetta er ennþá hangafingum svo punish þarna. Inn í Það er ekki að geta Holy 2D. Gunflame við bara covera the approach, Já, engar ágjur. þetta er orðið gott neutral 2 núna. Nice Roman cancel in 2K 2D. Og hann hefur ennþá mjög gott, Nær honum við frame trappinu. hann hefur ennþá mjög gott 2D til þess að low profile líka. Svo hann er fyrir góður í neutral. Örgulega, kannski, I don't know. Gerir mikið damage. Kannski verða mjög góður þetta patch. Fyrsta roundið til Crownless eins og kom fram áðan. Red Roman cancel inn í veggi nær wallsplattinu. Gott damage. Ennþá, Nice 6p. ennþá með tension penalty, svo hann fekk mjög lítið tension úr capacitor bonus. Gott throw. grab, hann næri gerir óvart við fugla dash cancel í staðan fyrir micro dashi. Og þetta er 1-1 í fyrsta leiknum. Gerir ekkert Þeir eru ráðstöð. bara að blokka. Já, LFL 2P er ekki lengur 4 frames og það verður aðeins verið í defense. Hvað finnst þér að 4 frames er ekki til lengur? Ég finnst ekki að því þannig séð.
Þú veist að því að ef allir eru bara með Universal Get Out option þá þarftu að hafa minni ágjör af því hvaða character specifics eru. Sumir eru á móti því út af því að það homogenisar castið of mikið og gera minna áhugavert að labba. Ég er mixed á því út af því ég spila Sin og ég nefndi ekki að labba og það er nokkur setups sem þurfa sem deyjum út í Ómar tekur 4-framers fyrsta leikinn. og Ómar tekur fyrsta leikinn Nei, ég ætla að segja að mér finnst ekki þetta að því vegna þess og hann heldur áfram að stó. Sjáum hvort hann er veitum ekki hver confident hann er þannig. Hann er gefið gott stagger pressure, nice gott XP. XP. Það getur ennþá counter cancel í Bum Bum Chocolate. Já, hann hitt hann með seinna hittin á skotinu. Já, það var eitthvað safe jump setup, sýndist mér. Frekar even, hann... Býttu, interesting throw. Það er örgulega ekki... Var þetta ekki 6B? Whiff punish hann ekki bara 6B, eða er ég að tweaka? Kannski. Hann er Þetta er bara pressure. Hann er notað mjög mikið mirror í mjög mikið ekki miklu. Þetta er þetta sandwich pressure inn í throw. Svo þetta passa þig á. Þetta er mjög góð 50-50. Ekki er að fá að sjá hvað hann sé hluptasæti. Mér finnst það ólíklegt. Ég finnst líklegt að hann myndi skipta yfir í Slayer ef hann er einhverju sérlegu vesenni. En það þýðir ekkert endilega að hann muni vinna. Kannski er Ómar bara the GOAT eða eitthvað. Ef Ómar vinnur þennan leik og hann skiptir í Slayer þá þarf hann bara að vinna 1 leik á móti Slayer áður en hann vinnur 3. Tekur hann 2K2D. Hann er bara zonan out. Hann vill ekki hleypa honum inn. Inn í air throwið, þú varður að passa þig og Ómar air throw. Air throw skers miklu minna damage núna með PRC change-in. PRC throw gerir miklu minna damage. Nice burst bait. Þetta er mjög nice. Og Ómar tekur leik 2. Sjáum við Chief ennþá Soul. Mér grunar hann að skipta. Já, hann er að skipta. skipta. Stensed. En þetta er samt scary, þetta er 2 leikir. Hann er að vinna 3 leiki í röð. Er alltaf svona cocky. Þú vilt spila kartan sem þú vilt spila og síðan ertu við svo lítið wiggle room sko ef að þegar þú fær loksins á mainin. Nær hann með power slashinu og forcear hann að bursta strax. Nær ekki follow up. Er komin í hortnið, ekki nógu gott fyrir hann. Slayer hefur ekki besta defense í Nær þetta 2PM. Inn í cross up. Þetta er cross up city, inn í pælbankar, inn í... Þetta gæti vel verið dauði. Ég held að þetta sé dáinn sko. Þetta er svo ógeðslega sterkt super. Já, nei, þetta er bara... Þetta er like 50% super sko. Og þetta var bara 1 hit í þetta. Svo þetta er rosalegt. Nice jump. Overhead. Nær ekki að blokka lóið, hann er að búast við overheadinu. Fær hann núna combo frá þessu. Ég maður fekk bara OTG á þér. Eða kannski misminnir. Ekki misminna. 6H. Ok, neyðir hann Ómar til að bursta. En nú er hann komið hann Chief á afturfótinn. Ómar er góð í þessu combos. Hann er búinn að æfa sig vel í þeim. Pælbankurinn. Hann Ekkert delayði allt og mikið. Það er bara 1 annað hit. Nú er hann samt að fá burst tilbaka, svo Ómar þarf að passa sig. Nice throw. Þetta er gott throw. Nei, deflect shieldið var aðeins þá er þetta match point fyrir Ómar. Mun hann ná þessu roundi? Cross-upið, nær að blokka það. Nær ekki að blokka overhead cross-upið samt. Og mashar á Oki. Ok. Nær ekki cross-upinu? Ég þekki ekki nýja bombuna. Ég held að þetta var cross-upið, þannig að hann hefði bara blokkað. Nice JK. Það punisha. Ómar er bara að bakka. Hann er ekki alveg við sem hvað hann á að gera. Ég held að hann ætlaði að grípa út ef hann bjóst við hann út. Nice deflect shield, en nær ekki að koma sér úr horninu. Nær ekki að klára komboið. Bomba og sjóklað catchar. Þetta er hættuleg staði fyrir Chief.
dandy-steppið inn í mappa hans. Beastið burstinu. Nú þarf Chief að passa sig. Þetta hann er að giska nokkuð 50-50 sérna. Nei, hann næri ekki að Og hann nær að vinna þetta. Chief nær að 2-1 til Ómars. nær að halda þessu Við áfram. sjáum Þetta var gríðarlega nálægt í. Það var ekkert wiggle room. þarf að vinna 2 fleiri leiki þannig til að Ómar vinnur 1. Og þetta var mjög nálega leikur. Kannski var ekki góð staða að reyna að skipta. They nerfed Slayer exclusively þetta patch. Þegar hún fekk kannski 1 compensation buff með að gera 6 boost. En hann er miklu hægari. Já, ég held að þetta er mikið stórum breytingum, svo ég held að næstu 2 mánuðum munum mjög mikið vera bara svona playtesting fyrir hvað þeir þurfa að breyta tilbaka eins og með Eva. Allavega komin í horni hittar á 2H-inu. Ákveði ekki. Hann er ekki super, hann vill fá tension. Ég held að hann vilji fá... Já, hann er nú í tension penalty. Kostar mig út að hann orsíaði. Það er bara 1 annað hit. Ómar þarf að ná þessu kombói. Hendur catchar hann. Þetta var gott. Ómar misti kombói þegar hann var burstbita. Sem þú veist. Hann er þekktur til þess að bursta þarna. Headið. Næri ekki að wallsplatta samt. Þeir nerfuðu það fyrir nokkrum mánuðum hver long range tours getur fengið. Gott backdash. Scary. 2H catchar hann inn í superið. Þetta er dauði. Sjáum þá þarf hann að vinna 1 annan leik og Ómar þarf að vinna 1 annan leik. Chief er að snúa sig við. Þetta er 2-2. Hann vil ekki vera í 5. sæti. Standa að bíða No more aðeins. playing around, no more Mr. Nice Guy, sko. Ómar er að standa að hugsa aðeins hvað hann á að gera. Ég held hann sé ekki með neitt karakter í vasanum, ég held hann sé bara að reyna að hugsa gameplan, sko. Eða sem hugsa eða sem segja. 2K duty. Backdash er í gegnum skotið, ekkert sandwich pressure phone fyrir hann Ómar. Forçar catchar hann og forçar hann Chief til að bursta. Nice, purple roman cancel. Ekki mikið damage á því samt út af skilinginu. Þetta er gott burst hjá hennum. Ekki að taka 50-50 að fá passive Nice, damage. red roman cancel inn í wallsplatið. Ekki nóga mikið víra fyrir super. En ætti að hafa nóg mikið tension fyrir... Blokkar powerbunkerinn en hann... Ég held að hann var hitt á RC-inu. Einhvern veginn. Red roman cancel frá hann Chief. 6H inn í powerbunker, ekki wallsplat strax. Já, þeir nerfuðu einhver ræð Hann 2 hands á Doom í röð og Og nærði þá hann þetta með match 2H-inu. point fyrir Crownless Chief. Nær Ómar að taka tilbaka momentumum sitt en nær að Rikki 6H. En er ekki ná punish að setja fyrir mig í það. 5. sæti. Cross up 2H-ið, hann reynir að masha en fær ekki neitt úr því. Þetta ætti vel að vera wall break, já. Inn í wallsplatið, já. Í 5H, gott damage. Þetta er rosalegt damage. Hefði örgulega að drepa síðasta patch. Hefði verið búinn að drepa hann áður en hann wallsteka í síðasta patch. Smá íkinin, já. Pælbakkarinn. Nei, inn þetta í var... air og Og fyrir nær að 50. tækla með lowinu Og fyrir og Chief 50-50. snýr þessu við. Tekur Crownless Chief vinnur þetta. 3-2 Og lendir comebackið. ekki í 5. sæti. Þá held ég það að Dan 50 móti Inga, ef ég man rétt. Já, það er Dan 50 á móti Inga. Það eru 2 big body characters. Það eru Batman og Sjáum Potemkin. ekki vanlega þá spilum móti hvort það erum í top 8. Ég hef allavega aldrei séð það með mínum eigin augum, sko. Ég veit ekki hvað það gerast í einhverjum móti fyrir 8 árum eða eitthvað. Ég er ekki viss hvort ég hef spilað þessu mótum í 8 ár, en... Já, ígjur, eins og sagði ráðan. Nei, þú veist mjög alvara. Einmitt. Heyrðu, þetta er Ingi vs. Dan 50, Batman vs. Potemkin. Þetta er spennandi matchup. Báðir karakterar með mikið af health, gera mikið Já. damage Já, báðir fyrir hverja heavyweight. einasta árás.
Það er spurning hvort að Dan 50 sem er örugglega aðeins meira versed í combos heldur en hann Ingi út af því að hann spila leikinn bara aðeins meira. Ég hef prediction hver vinnur en ég mun ekki segja það, þið verður að hugsa það sjálfur. Já, bias. Þannig að sko það sem ég held að ég muni hafa mestan áhuga á er hvernig Ingi ætlar að tækla airgameið hans Dan. Ég held að Batman sé mjög erfitt matchup ef þú kannt ekki matchup, kannt ekki það matchup, obviously. Nei, svona proportionally. Ég skil hvað að meina, það eru karakterar sem eru flóknari heldur en aðrir. Flóknari að spila móti en aðrir. Já. Og ég held að Ingi hefur ekki lært hvernig hefur ekki spilað mótunum nóg til að gera það. Ég skil hvað að meina, ég held að það hefur rétt fyrir þér. Ég er búinn að taka nokkuð casuals móti Dan sem hjálpaði mér að læra það hans. Klálega. En já, þetta gæti verið smá erfið fyrir hann. En ekki ómögulegt, hann er alveg góður fighting game man. Eins og ég var að segja, ég hef mestan áhuga á því hvernig hann ætlar að tækla airgameið þess vegna. Hvað ætla þeir að velja? Fyrir needle zoning, right, þá er hann með flikkið fyrir það. Right? Svo ég hef mestan áhuga á því hvernig hann ætlar að tækla, út af því að airgameið hjá Dan 50. Airgameið hjá Dan 50 á Batman er alveg rosalega gott. Það er erfitt að tækla það. Já, þeir voru nörd. Hann er að leita einhverju lagi. Er lagið ekki til, eða? The Man. Ég hef aldrei hlustað á það. Ég hef aldrei heyrt The Man, honestly. Já. Þeir eru að byrja á Burn Ok, mér sýnist að Divide My Heart hann uppi þótt hann valdi The Man. Það er þetta því hann valdi mappið eftir og tónlistin er örugglega svona Aro eða eitthvað, ég veit ekki. Tónlistin er ekki Aro, ég valdi Divide My Heart áðan, svo ég veit ekki. Ég held þetta bara en check, já. Divide My Það er ekki bara en check, já. Það er frábæðilega gott lag. Líka við það mjög mikið. En hérna fá að sjá The Button Check, 6 H-Hans of Doom and Despair. Hann er walking. Þeir fá ekki passri bónus. Hann byggir svo mikið með mýtu núna með því að lappa. Það besta sem hann getur gert núna annar roundly í neutral er bara að lappa manni. Eitt sem nerfaði Potemkin mest er örugglega PRC change-in. Já, þetta Hammerfall PRC. Hammerfall PRC gerir miklu minna damage. Það gerir like half as much damage sem það gerir áður. Já, ég veit. Sem er mjög þægilegt, ansi. Já, það gerir Potemkin ekki alveg jafn óstöðvandi. The Man. Herru, jæja. There's a man in the woods. Bittu, halló. Ég er bara að sjá Jam. Jam Cloudberry. Jam Cloudberry. Erum við að fara að sjá Dragon Kick over and over again til að countera airgameið hans Inga, eða? Ég held að náttúrulega bara gera mjög dumb jam stuff. Hann spurði hvort Jam var bannið. Það er búin að vera vika sem Jam kom út, svo ég held að það er reglunum á hann við að spiluð. Að sjálfsögðu með gleraugun. Hashtag need that. Alright. Alright. Fiskur fundin í sjónum. En hérna fáum við að sjá Jam vs. Potemkin. Hvaða rounds er að gera? Ok, það er bara back to the round start, beint inn í Puffball. Potemkin Buster. Þetta er góð byrju fyrir Inga. Inn í burst, hann vill ekki tækla þetta. Og fær öll kortið sín. Ég held að eitt kort hefði verið best til þess að ekki verið þessari stöðu núna. Já, en nú er hann með Super Dragon Kick. Já, hann gaf fengið. Ef hann fær að nota það yfir höfuð. Ok, næra þróunum inn í vegginn. Okay, hann Red Roman cancel það ekki. Hérna kemur the mix-up inn í overheadið. Inn í annað overhead. Ef hann notar flippið í overheadið, þá er það actually Proton block, ef þið vissuð ekki. Ok, nice Proton Roman cancel frá honum. Combo.
Ég held að hann hefur vill ennþá regen. hann vill nota þetta Dragon Kick svo mikið. Þarna kemur það. Hann komið hann inn í hornið. Næra Punish Mega Pitch með Roman cancelinu. Inn í reversalið. Þetta er gott reversal, gefur gott Samt langt damage. cinematic. Þetta er super langt cinematic og þessi reversalið. Já, en það sagði, Oki var Oki. Nefnum hann ákveði ekki að fá Oki þegar hann Já. er 5 health. Já, ég veit ekki ekkur hann... Herru, ok, hann nær samt að taka Ok. hann Inga niður Hann nær það. og tekur fyrsta leikinn. Hann fyrsta Hann er warming round. up. Hann reyndi ekki að parry. Þetta parry er náttúrulega, ég veit ekki hvenær það getur verið notað, sko. Á það er mjög gott. Ég hugsaði bara sem invincible Ok. 5-way mash. Er með lowið og overheadið Þetta er inn í plus. bláa og whiffar bláa overheadinu. Bláa lowið er plus 6 on block. Það er enda kinda crazy. So það perfect fyrir Nice this close match slash. hjá honum Inga. Inn í Já, þetta reversalið. er wall break. Já, þetta er náttúrulega bara eins og Sin og Kai, sko, hafi átt bat saman. Ég finn að Sin er ekki lengi með svona reversal. Það er rétt. Nice jump frá Kemst honum. út. Já, þetta move er náttúrulega ekki lengur besta move í heimi, þannig að JD eða hans Potemkin. Núna bara next Það er hægt að 6-speeda það. Núna er bara næst besta. Exactly. Og Þetta er Dragon Kick. inn í Blue Dragon Kick, ég er hins að þetta var ekki wall break. Ég held að bara drapa á það wall breakaði. Ég veit ekki hvernig það virkar. Allavega, Dan Pifty tekur fyrsta leikinn. Gerir 2H á hann en heldur ekki áfram. Reynir að Puffball. 5H hann. Ok, fær sér öll kortin. Þetta er einmitt það sem, er samt tekinn í Potemkin basturinn. Þetta er eitt sem ég er búinn að sjá. Gera counter puffball í að fá allar medalíunar eða rankin eða eitthvað. Hvað kallum þetta? Enginn er sammála hvað kallum þetta. Power-ups. Þetta er install. Þetta er ekki install. Sure it is. Já, en það er þú veit náttúrulega bara að koma opponentinn full screen út af því að þá getur hann ekki gert neitt á móti þér í ákínu. Nice burst bait hjá honum. Gott burst bait. Nær ekki að halda kompann áfram. Nice overhead. Charge. Ok, Woosboppin er, þú veist, extra-maðurinn okkar, ég er að trista honum. En já, Og klára með metal superinu. Puffball í full charge er common strat sem ég er búinn að sjá á netinu. Nær ekki masha út. Því maður fær mjög lítið frá puffball án þess að það er í hortinu eða eitthvað. Já. Inn í komboið. Ég held að það er að gera 5p þarna. Hann næri ekki close slash og hann er mjög langt recovery. Gott blocking. Új, nær ekki að ná Reversal. Hatcharan með reversalinu. Við erum að fara að sjá mikið af þessu cinematic. Og bara komin í hortinu. Við viljum ekki fá mikið. Nice overhead. Inn í cross-up, en nær að Potemkin bastur hann. Það er ekki nóg fyrir Ok, RC. nær að blokka charge dustið. Dan er bara, hann blokkar á það charge dust. Og inn í basic, close, far, heavy slash. Og það er það þriði leikurinn, Dan kom með 2. Nær Ingi að snúa þessu við. Nær að 6p Gott hann hana. 6p. Nice Oki. Þetta var 6H-ið catchar hann í recovery á parryinu. En hann nær ekki að converta því að hann... Þetta var Dan perfect. risky. Ég held að þetta átti að vera Potemkin Buster hjá Inga. Ok, stittur upp andari vitali inn í reversalið á móti Potemkin Busterunum. Ég held að þetta er wall break. Það geti vel verið. Já, þetta er wall break. Ekki mikið damage en samt. Inn í Oki. Nice throw. Ég held hann ætti bara að vera ekki close slash punish. Ok, YRC. hann er red Roman cancelar og blokkar þannig yellow Roman cancelið. Það er það match set point á Dan. Hatchar backdashið en nær ekki að followa hann einu upp. Ég held að Inga kann ekki spila mótið Jam. Þetta er Þetta náttúrulega nýr karakter, þú þarft eiginlega að vera búinn að vera að spila, þú getur ekki verið búinn að spila mótinni áður allavega ef þú ert ekki að spila leikinn. Það er að blokka þetta low, ok, næra mash out. Og parryar slide-headið. En gerir ekki follow-upið í tækja tíð. Nær 6p í staðinn.
Ó, hann að blokka reversalið inn í Part Time Get Buster inn. Þetta bara fair, þetta fair punish. Ég fíla hann blokka því hann hefur örugglega verið að búast við deflect shield eða eitthvað. Ok, núna random dragon kick. Ég surprised hann gerir ekki dragon kick þannig að maður fær flott Oki minni mig. Því að það er risky as hell move. Ég tala 2k2D í dragon kick. Skilur. Maður fær Ok, nice, Yellow Roman cancel frá honum, en hann nær ekki að koma sér úr horninu og hann catchar hann á mashinu hann Dan. Svo Dan tekur þetta 3-0. 3-0. Fyrsti leikurinn okkar á Jam og hann tekinn 3-0. Og þá heldur Dan áfram og spilar á móti Crownless Chief í Losers semifinal. Það er crazy að sjá Dan 50 Crown Chief í Losers semifinal. Það er þetta geðbilun, en á undan því held ég. Er ekki eitthvað leikur á undan því? Ég er ekki Vinnar að þessi Winners Final. That's me. Yes. Það er Magic og Hihi. Ég þarf að fara að sækja stuff. Það er classic matchup sem við erum að sjá hérna. Við viljum sjá Angie vs. Chip eða hvaða karakter sem að hann Magic er búinn að velja úr poolinu sínu í dag. Við sjáum bara til. Það getur vel verið að hann skipti til. Spila Asuka einn leik og spila Chip annan. Já, þetta er eitthvað sem við höfum séð oft, Magic vs. Hihi, þetta hefur stundum verið í Grand Final, þetta hefur ekki verið í Grand Final, held ég. Þetta hefur verið í Loser Final, þetta hefur verið í Loser Semifinal, þetta hefur verið í Loser Quarter Final, við erum búin að sjá þennan leik oft. En þetta hefur oftast verið Sin sem að hann Hihi spilar, svo að við sjáum núna hvernig Angie hans stendur sig á móti þeim. Er það button check? Ok, þeir ætla að byrja því að taka button check, þannig að við býðum bara rólegir. Já. Það erum að fá Inga inn aftur á kommentari. Vel gert. You think so? Eitthvað, ég fannst eitthvað. Þetta er erfiður karakter að berja sem móti ef þú spilar ekki leikinn. Já, það er... Það er náttúrulega glænýr. Líka, ég var bara ekki að expecta Dan eitthvað að pull out a jam, eitthvað sem ég bara just recently figured out hann var búinn að spila svolítið með. Ég heldur sko, ég var ekkert að búast við því. Já, svo bara, ég var bara expecting, ok, þetta er bara another wash með Batman, instead þetta var bara wash með jam, eitthvað, þú veist ná, og eftir Chief var alveg búinn að clown on me eitthvað með a pot mirror, eitthvað síðasta mót, alveg bara, I suppose eitthvað, ég er bara, so this community's punching bag when it comes to Guilty Gear, eitthvað. Það eru stærri punching bags hérna. Eitthvað svona, I suppose so, but I'm exaggerating líka. Anyway, hvað, núna... Þú komst líka í 5. sæti, það er helviti vel gert. Oh já, better than my usual performance for sure, eitthvað, þú veist, og líka Dan er bara svolítið built different, eitthvað, svo, bara, en hvað, þetta er Magic og Hihi sem Magic og Hihi. Já, svo Angie og Chip, ok. Þetta verður svolítið interesting að sjá, eitthvað, því... Ég er allavega spenntur að sjá hvernig honum Hihi gengur, því að Magic hefur oft tekið þetta, en það er þegar hann Hihi spilar Sin, þannig ég er spenntur að sjá hvernig Magic ætlar að tækla hann. Já, að því ég er ekki alveg viss hvað ofta Magic er búinn að spila við his Angie, þú veist, Hihi's Angie, svo ég guess við bara finna það út. Ok, byrjar strax hérna á JS-inu. Búinn að koma Hihi í horni, en hann kemur sér út með Fujin. Hittar af overheadinu inn í Anaoki. Hittar á lowinu inn í Red Rover Castle. Hann nær ekki að blokka burstið, en nú er burstið hans Magic farið. Cross-up á ropinu. Og Alpha nær Blade. að blokka Alpha Blade cross-upið. Blokkar overheadið hann Magic.
nú þarf hann að samt bara blokka rétt aftur og nú getur hann fengið punish. Hann getur ítt honum út. Okay, nice bursted. Alright. Catcher spinnið. Okay, og super wall break. Super wall break. Wee. Nei. Þú getur út í nær að catcha þarna með 2D-inu. Okay. Alpha blade. Og annað super wall break. Super wall break. Nú þarf hann að blokka. Nice afturlægir. Hann var ekki trættur við þetta Oki. Ítur hann bara í hornið, hann blokkar overheadið, og hann er thrown. En hann er ekki down alveg strax. Okay, samt OTG. nice sweep, yeah. Ok, Magic tekur fyrsta round. Það er ekki að catcha hann jumpið með forslashinu sínu, hann hí. Hann dashar inn í hornið, hann er að halda butterfly. Inn í kóð, það catchar JS eða hans Magic. Új, hittur þarna af Suki. overheadinu. Nice JH hjá honum Magic. Já, ok. Nú þarf hann að blokka, hann þarf Block að blokka. overhead. Það er ekki að blokka overheadið. Og, já, ok. Inn í reversal super. Reversal super wall break, ok. Þetta er náttúrulega ekki wall break, sko. Þetta setur í Já, auðvitað. Og næður með 6K-inu. Wow, ok. Ok, Magic tekur fyrsta leik. Nei. Lítið promising fyrir Magic. Því hér spá hvernig hann ætlar að tækla þetta, hvort hann ætlar mögulega að skipta karakter. Hann ætlar að sticka með Angie for Hann ætlar now. að halda með áfram með Angie. Byrja með sweep. Ok, byrjar strax á burst, hann hí. Risky, en Já. samt til hvort það borgir sig. Kanski hann á OK, en forsar þá Magic að Ah. bursta sjálfan. Það er ekki að hoppa yfir. Cross up. En Magic er í þessum cross-up svo mikið. Það ætla bara að blokka. Magic. Hann neitt að grabba út úr. Hann er svo hrættur við að masha á hann Já. Magic. Þrátt fyrir það að Chip er líka með fullt af bara Alveg, að run and throwið á parryið. Yeah. As someone who is Strax inn í wallbreakið. as someone as a masher myself, Chip will catch you eitthvað mashing. Þetta er bara a fact. Nær hann þarna á OK-inu inn í wallbreak sínst mér. Nei, ekki alveg. Ok, neyðar hann til að bursta. Hann nær fyrstnum inn í OK. Nær ekki að followa through. En nær samt að halda áfram með komboið. Inn í Red Roman Cancel, inn í wallstick. Já, almennilega. Ok, wall break. Bara halda þessu áfram. Nei. Nær ekki að gera 6P. Ok, block string. Hvað hann ætti að gera? Ætlar hann að yellow rope cancela? Yes. Já. Inn í lowið. Hann þarf að blokka. Wow, ok. En hann blokkar fiskinn svo hann fær það ekki. Hann þróað Hann hann. nær throwinu. Þannig að hí. Vel gert. Ok, bæði Inn í backdash. kót. Þetta er náttúrulega guard crush sem að þýðir að hann er ekki punished þótt þú blokkir það. Ok. Hann nær cross-upinu. Hann, feikinu þarf að segja. Náði ekki með Alpha Blade. Hann er búinn að koma í hornið, nær hann á overheadinu. Inn í wallstick. Nei, hann En burstað. híkinn er að bursta. Náði spin. Nei. Ekki punish á the jump master. Chip does not care about your spin. You stay in that corner. Wow, ok. Preemptive DP. Já. Nær ekki að blokka burstið. En nú er hann með meter, það spurning hvað hann ætlar að gera. Hann nær ekki að nota. Og leikur 2 fyrir til Magic. Já, það er spurning hvort hann hefði átt að yellow rope cancela aðeins fyrr. Verður að passa þig á þessu þarna overhead low mix-up, sko. Ok, he ætla bara stick with Angie Það er að taka Angie að lókum. Já, til the bitter end. Ok, strax burstið frá Því ef hann vinnur, hann getur ekki skipt character, svo... Nei, þetta er rétt. Nær ekki að blokka overheadið. Wall break. Ok, hann er ekki með meter, wow! Backdash Þetta var close mjög backdash. smooth backdash. Það er að blokka overheadið. Mashar út. Það er búinn að sjá the gap.
Alpha Blade. Maður, hvað þessi Alpha Blade combos eru rosaleg. Já. Ég get ekki ímynda hvað mikið training time Magic þetta geða í þessu. Nei, einmitt. 669. Ok, nice throw on. Já, Magic bara í set points líka at this point. Hann bara að nota K-sitt, hann hann að reyna að póka hann eitthvað sem catcha þarna í Fujin. Það er hann með 2D-inu inn í Oki. Þú verður að passa þig á Alpha Blade og overheadinu. Það fara í, nice block á lowið, en samt, þú verður að passa þig. Ok. Þetta ekki lítið mjög gott við Ok. Nær hann með Fujin inn í Red Roman Cancel. Hann ætlar að halda þessu áfram, inn í vegginn. Koma hann svo, Oki. Flawless defense. Punished fyrir preemptive Ko, hann býst við jumpininu og Magic tekur þetta og heldur áfram í Grand Finals og meðan færir sig niður til að keppa á móti honum Dan. Dan eða Crownless Chief, Chief sem er að keppa núna næst í Losers semifinal. Wow. Chief og Crownless í Losers semifinal er eitthvað sem ég hef aldrei séð áður. Chief og Crown, they're both the same guy. Dan og Chief. Dan og Chief. Já, ok. Þetta er eitthvað sem ég held að enginn hefur séð þetta áður. Þetta er rosalegt. Þetta er upset, sko. Ég meina, kannski hefur séð þeim, eða eitthvað einu sinni eitthvað í Losers eitthvað, en ekki alveg í sama blakkið. Ekki að báðu á sama tíma. Það er það sem er svo áhugavert. Já. Svo bara... Vanalega eru þeir báðir í sama bracket í winners semifinal mjög oft. En bara whoever eitthvað loses hérna, either champion getur bara verið kicked out of the tournament at this point. Ég meina, hæsta sæti sem þeir geta náð núna er sko... Fjórða eða þriðja, er það ekki? Þeir geta náð alltaf fyrsta ef þeir taka gauntletið, vinna gegn þessu núna opponent, vinna gegn síðan og vinna síðan gegn Magic. Þeir geta lent í fyrsta sæti, en það er alveg háa líkur að þeir lendi bara í... Þú veist, allavega einn þeirra er að fara að lenda í fjórðasta sæti. Já, það er sem ég minna að segja, já. Það er eitthvað sem ég hef aldrei séð áður. Dan eða Chief er að fara að lenda í fjórða sæti. Já, og bara að því nokkri ákveð er búin að keppa alveg svo vel, eitthvað, þú veist, eins og ómað, eitthvað, og... Já. Og bara ekki hérna í bracketinu. Bara even ég bara náði eitthvað að komast eitthvað 5. sæti sem gerist ekkert oft these days, eitthvað, þú veist, svona. Hérna erum við komin í Grand Finals, ég meina Loser Semifinals, þá þarna Dan á móti Crownless. Er það button check? Ok, við byrjum á button check. Button check, of course. Og mér sýnist að vera Slayer gegn Batman. Já, ég held bara að því svona both svona guys sem bara venjulega í svona fyrsta og annan sæti usually eitthvað, þeir veita bara eitthvað, there's no playing around here. This is it, þeir þurfa bara að taka þessu smá alveg. Kannski for all I know, Dan fer til Jam at first, og Chief fer til Soul eða Pot eitthvað, þú veist, svona. Mér finnst mjög ólíklegt að Dan sé að fara sem Jam á móti Chief, sko, það verður smá riski. Það depends on eitthvað hvort þið fíla alveg að hafa aðeins eitthvað fun, eitthvað á fyrsta leikinn, eitthvað, þú veist, svona. Gæti vel verið. Hafa good old button check í eitthvað Italy, eitthvað looking place, hérna, eitthvað. Já. En já, ég hef enga hugmynd hvað to expect frá þessa tvo, eitthvað, þú veist, svona. Já, við erum bara að fara að sjá Grand Finals leik í Loser. Er það Grand Finals leik? Þetta er Grand Finals leikur í Loser semifinal. Já. Þetta er spennandi. Ok. Spennandi að fá að sjá hver heldur áfram. Og það er... Og... Nako Yuki. Er eitthvað í gangi eða er alltaf lagi heima? Ég veit það ekki. Þetta er fyrsta sinni ég held ég sé Chief eitthvað að velja Nago fyrir eitthvað eins og svona. Interesting. Já.
strax að nema þú... Inputinu, gold Roman cancel. Næ, ekki að gera microdashið inn í... Nema þú vilt segja að Woo's Bobbin hefur eitthvað stelið eitthvað Crownless Chief's skin og hefur bara spilað in his stead, eitthvað. Ég veit ekki Nei, bara hafa skipt hárkollur, eða? Inn í sprengjunar. Hann að detta hratt niður í hann Chief, þetta risky. Ég held að hann myndi ekki vera að play around, kannski hann það confident. Ok. Já, svo tekur fyrsta round, hann Dan. Já. Oh. Ok, næði honum í grab. Og hann næði honum í grab. Aftur í... Ég held að það sé 6-8-ið. Hann reyna að koma sér áfram. Þetta definitely ekki... Og throw break. Já, blood rage. En já, þetta definitely ekki the move sem ég var expecting Crownless to spila. Og hann með 2H-inu besta anti-air í leiknum. Oh, one of the best, if not the best. Það eiginlega bara betra 6-speed, sko. Ok, núna Chief að fá eitthvað svona momentum með Nagoriyuki. Ég held að strategían hans bókstaflega, ég held að strategið hans sé bókstaflega bara að reyna að byggja upp eins mikið blood meter og hægt og síðan bara drepa hann Dan. Hann reynir að þróa en hann Dan pullar reversalið. Hann þarf að passa sig að blood meter farið fullt, hann Kara sprengið. Ok, svo Dan sprengur fyrsta leikinn. Ætlar hann að fara að skipta til Slayer eða eitthvað, þú veist svona, já. Ætlar hann að skipta? Já, hann ætlar að skipta, en sjáum til í hvaða kart hann ætlar að skipta, við vitum aldrei. Hann ætlar að taka Potemkin. Ok. Chief bara að hafa smá gaman, held ég. Já. Hann bara beið til að skipta til Slayer þegar hann búinn að tapa 2 leiki, svo who knows, kannski næði hann eitthvað meira success með Potemkin eitthvað against Dan than I did eitthvað í bracket. Hver veit? Já, hver veit. Ok, næði Potemkin Buster, so that's a good sign. Nice close slash. Nice Roman cancel. Hann með svo stóra taka. Já. En hann Bedman með superstór taka. Nærmað hann með Forslashinu. Ok. Inn í sprengjuna, hann komið með hann í hit-horni, hann blokkar ekki að wake up. Reynda að grípa. Catcher throwið með air cancelinu. Bara snart. Oh my god. Annarkvort var þetta guard crush bara guaranteed hit eða hann bara náði ekki að blokka. I'm a fist. Sástu nú þetta, maður? Sá það. The buff til þetta button crazy to me. Æ, nei, náði ekki komboið. Roman cancelið. Purple Roman cancel. Hann heldur að hann var hann þess að byrja örugglega air throw frá honum Dan til þess að counteracta air throwið hans. Inn í 2K duty. Næri ekki að back þessu. Oh my god. Reversal. Ok, nei, wow. Já, ok. Með Mýru líka, leðilegt. Another svona game fit til Dan. Og hvað fyrir, after the character select, hvað ætti hann að fara núna? Já, núna fyrir hann til Slayer. Núna það Slayer. Já. Hann búinn að hafa his fun for a bit, eitthvað. Ættum að sjá Chief lokka inn að taka 3 game reversal, eða? Gæti verið, ég meina, við sáum ekki þetta með Oma, en þetta er líka Dan 50, svona sem þeir er búinn að hafa... Hann er ballgame. Já, þeir er búinn að
do this matchup so many times, eitthvað Hann caught hérna af close slice-inu, aðeins of confident og sjáðu þetta health sem hann búinn að Jesus. missa. Þetta alveg solid 55% combo. Hann catchar Dan með 2H-inu. Nice. Hann reynir að anti-air með close slice-inu en hann gleymdi the nerves. Inn í wall splat. Já. Hann að jafna playing field í hérna, kom með Dan. Hann gerir fake out jump on Dan. Ætlar hann að bursta. Hann ætlar að leifa þessu leik að vera á Dan. En núna Dan á match set point. Já. Við að fara að sjá Chief að komast í 4. sæti eða 3. Ég man ekki það. Right. Okay. Wee. Okay, nær hérna 50% combo á hann Dan. Counterblitz! Ég held að fyrsta counterblitz sem við sjáði þetta whole tournament. Fyrsta counterblitz mótsins að minnst góti. Já. Og ég held að þetta er komið, þetta er Dan 50 næði þessu. Þetta er komið og Dan 50 tekur þetta 3-0. Wow. Wow. Svo bara Dan 50 heldur áfram. Dan 50 heldur áfram í Losers Finals á meðan Chief í fyrsta skipti í langan tíma tekur 4. sætið á Nýðhögg 46. Bara gauðin sem ég... Næsta Losers Finals, Hihi vs Dan 50, þannig að Dan 50 haldi þið hægan og Hihi mæti til þín til að taka á mótir. Dan, svo þetta verður Hihi. Já, og þetta er bara crazy, að ég vennilega sé Chief fyrir langsta tíma alltaf komast einhvers veginn við top 3 eitthvað í þessu tournamenti, þú veist svona. Þetta er ekki, við erum ekki vanið þessu. Nei, ekki að hann bara ekki vera í the podium. Já, við sáum þetta matchup áðan. Það var Dan 50 vs Hihi í Losers semifinal, Winners semifinal ætla ég að segja. Já. Þannig að svo við sjáum hérna til hvort að hann Dan er búinn að downloada Hihi aðeins að hvort að Hihi nær bara trompan með engine-um sínum. Já. We're gonna do another button check fyrir þetta. Svo, en já, að því ég man ekki eins og hvað mikið, þetta var 3-1 þannig á winner side síðast eitthvað, þú veist svona. Já. Svo það getur verið aðeins meira closer eða kannski Dan hefur bara gefið svona við stórt download og þetta verður bara 3-0 for all we know. 3-0 fyrir Dan, það veri stór breyting. Það myndi vera stór breyting, já. En við sjáum bara til að því... Sjáum til hvort að hann Hihi er aðeins svo fastur í vörunum sínum og hann næra download honum, hann Dan. Já. Þannig að það er all coming up. Ég myndi ekki segja að þetta sé sérlega advantageous matchup fyrir hann Bedman á mótunum hans. Nei, ég meina það er alveg sýndist í síðasta leik, þú veist svona, hann hafði svolítið hann var ekki alveg eins svona aggressive eitthvað eins og ég vennilega sé hann Dan 50 eitthvað, þú veist svona. Já. Og þeir að leita lag fyrir this special occasion. Þeir eru að fara á Rock Parade, þeir eru að fara á Requiem. Ok. Og þeir eru að skella sér til New York, nei þeir eru að skella sér í, ætlum við ekki að fá að sjá nýja mappið eða? Nei, alls ekki. Við þurfum eiginlega að fá að heimta að fá að sjá það í Grand Finals, nýja mappið. Ok, en já, bara once again, byrju, hann skilði til Axel? Axel Lowe? Interesting. Ok. Axel er ekki með winning matchup á móti Angie, það var allavega ekki í síðasta patch, svo við fáum að sjá til hérna hvort að hún gengur aðeins betur. Ég held að þetta er bara til að henda Hihi off guard, eitthvað svona. Þetta er zoning patch, ok, næra að blokka the low. Já, Winter Mantis er aðeins hraðara sínist mér. Ok. Kannski er það bara my imagination samt. Ég veit það ekki maður. Þannig að low pokeið inn í close slice. Næra ekki að hitta með red cancelinu, en næra samt the wall break. Ok. Tekur fyrsta leikinn mjög fljótlega. Dan 50 greinilega ekki að hafa sig að fíbli. Nei.
Kastar hann yfir sig Wow, með, ok. Rensen. Oh my god. Blokkar overheadið. Ok, sprengjan. Já, þú getur ekki dashblokkað þetta. Þú verður að hoppa yfir þetta. Já. Og spinnað. Ah! Oh my god, Þú getur maður. ekki dashblokkað þetta. Þetta er svo rosalegt. Ah. Ekki vera caught up. Ok, nice af honum að ekki dasha áfram, en þetta er erfitt. Já. Dan tekur fyrsta leik. Bara ekki margir díla með Axel og við bara hvað erum við að gera? Axel var náttúrulega bufft miða við þetta patch og hann er orðin einn af sterkari karakterinu núna. Ó, nei. Ó, Cyclone. Hann blokkar náttúrulega bara spinnaðast með Cyclone-inu. Oh my god. Ó, Purple. Roman cancel. Ok, hann er ekki að fá the command grab. Já, það var náttúrulega, þessum var náttúrulega breytt í low. Oh, náðu því. Ok, I spoke too soon. What a perfect, oh my god. Ok, spinnað. Overheadið. Hann blokkar ekki Oh. Fujinið. Hann reyndi að masha. Nice 2K 2D. Inn í wake up cross-up. Nú verður að passa þig. Ok, spinnað Nice út. spin fyrir gegn. Þeir eru að reyna að forsta að vera hittir. Hann er að hitta hann endin á spinninu hans. Hvernig er þetta með stressandi? Hvað er það? Þetta er náttúrulega rosalegt. Og Dan fæði annan Dan leik tekur með leik Axel. Alveg, Hanski er Axel bara með winning matchup á mótunum Angie út af því að hann Angie náttúrulega á erfitt með svona gæði með svona stór moves. já. Þess að þeir, vegna þess að hann getur ekki fiskað á eða neitt þannig. Nei, er að force hann aftur niður í jörðina. Hann er bara að fara að Hann er bara að fara að neyða hann til þess að blokka sprenginar í horninu. Hann verður að fatta hvernig hann á að komast út. Hann er ekki að ná þessu command throwi. Nei, Hann vill Ekki eins og. Hann vill það svo mikið. hann náði bara einu sinni so far. Ok, spinn. Og alltaf þegar hann næði spinn, hann bara Dan Roman cancels. Ég bara út í því. Ok, nice 6p frá honum, hí. Ok, ég var býða eftir honum til að let his guard down. Overhead. Ok, næði overhead. Red Roman cancel. Inn Og í komboið. nei, næði ekki vekk. Wallstick-sam. Það er ekki skaftur rétt. Ó, Hann deflect. notar deflect shieldið, vel gert. Hann Oh er ekki my- að ná að 6p, þetta er svo disjointed. Og nær honum þarna með Rensen. Þetta er match set point á Dan. Dan að fara í Grand Finals. Hér fáum við að sjá það. Ó, Count, ekki segja mig þú jinxaði Dan eitthvað í þessu. Ok, þetta quite the block string. Beint inn í Tornado, nú þarf það að Ó. mashar out, vel gert. Ok, yellow, Roman cancel. Nice. Spin, Oh, what a combo. inn í jugglið, inn í throwið. Ok, wow, ok, Nei, náðu overhead overhead. Er þú kannski búinn að jinxa Dan 50 komast í Grand Finals með eitthvað 3-0? Ég veit það ekki. Ok, explosion. Og reynir að advance hann með Fujin en næri ekki alveg að komast í gegn. Ó, ok, núna er hann bara að bíða eftir honum. En nú er hann komin í hornið og þarf hann að passa. Ó, Ah. næri jumpinu. Deflect. Þetta deflect shield. Nú voru samt ekki með neitt, hann getur ekki bursta þetta. Ok, næði ekki the wall stick. Oh, Nice match Overhead. á hennum, hí. deflect aftur. Oh my god. Hann er ekki að blokka það. Oh, oh, Nei, hann reynir að 2p hann. Hann Dan. nei! Hann dashaði ekki nógu Oh. langt.
En náðu ekki að combo því. Oh my god. Oh, Ah. nice. Það er með jump to H-inu. Þetta had to Jump have H-inu. hurt. Eitthvað that whiff throw. Okay. En já, Dan nær að taka reversalið eftir leikin í Winners semifinal Já. og kastar Hihi niður í 3. sæti. Guð minn Nú er góður. það Magic vs. Dan. Jæja Þetta þá. er hins vegar eitthvað sem við sáum aðeins oftar í Grand Finals. Já. Dan vs. Magic. Já, ok. Þetta er Chip- svolítið crazy. Bara, Þetta er líklega Chip Zanuff já. versus, sko, mér finnst líklegt að þetta verið Chips. Takk fyrir að láta mig kommentera og bara, við bara heiðumst ykkur tíma annan tíma. Halló, halló. Takk fyrir. Vel gert. Já, erfiður karakter spilumóti. Sammála. Angie er góður á mótunum, ég er bara ekki góður á mótunum. Ég skil þig. Já, hér erum við aftur komin í Grand Finals enn og aftur Dan á móti Magic. Já, ég með gruna hann að taka Batman á móti Chipinum og ég veit ekki hvað hann finnst stæðilegt á móti Chip. Erum við að fara að fá svona switch-ups? Erum við að fara að fá Batman vs. Chip, síðan Batman vs. Asuka, síðan Axel vs. Asuka, síðan Ég Chip held hann vs. að ekki Axel? búinn Asuka hann á móti. Já, hann er góður á Asuka, en ég veit ekki hvort hann er búinn að æfa Asuka þetta patch. Það er þetta rétt þér, það er búið að vera út í eina viku, það mun taka smá tíma. Ég held að hann er mest búinn að spila Chip, Jam og Bridget og þannig. Ég held að hann ekki búinn að snerta jafnveg Dizzy smá tíma. Ok, Chip vs. Batman, klassíst, er það button check? Það er bara check. Er það bara check? Ég veit ekki. Já, Ok, það er bara check. Jæja, Mér sýnst að það er Chip Batman sem ég veit ekki hvort það favorit á. Örgulega Chip, og þetta er Chip. Er þetta ekki bara svipað og Chip vs. Heavy, allir hinn Heavy karakterinn í leiknum, eða? Það er kannski, ég segi eitt. Ég held ennþá Chip er hátt uppi. Hann er öruglega ennþá rosalega sterkur. Og ég er ekki bara að segja þetta að ég tapaði. Og þetta er Angie líka hátt uppi. Eitthvað í gangi með controlin, típist, það er ekki hægt að hafa Guilty Gear Mode nema að sé eitthvað að controlunum í meira stökkusti einum bardaga. Sökka þetta í Grand Final. Og hann næri því bara að sleppa við það. Þetta hann þarf að vinna 6 sinnum til þess að komast í gegnum þetta. Já, Hann Magic, er í losers side af þessu. Magic er með smá advantage hérna. Já, þetta er keyboard dude. Helvítis Magic og líkla bara sér sem það er. Ef hann fæði bara alveg hitbox, koma svo, Magic, eittur like, ég veit ekki hvað hitbox kostar, ég var aldrei kíkt á það. 200, 300 dólarar eða eitthvað, ég veit ekki. Já, ég kann ekki dollara, 20.000 segir bara. Það meiri kringu svona 35.000. Heyrðu, Button jæja, check og það virkar ekki ennþá. Snilt. Ég held að þeir að fara úr Getum við ekki komast pitchað hart inn fyrir Hitbox handa Magic svo við þurfum ekki að díla við þetta lengur að allir bara saman í eitthvað svona eitt pool. Gefa honum það í afmælisgjöf eða eitthvað. Nei, nenni ekki. Ok. Ég er nískur, nonni níski. Herðu, hann Egill er að búast við Dizzy. Hann er að segja það sé Dizzy á næstunni. Sjáum til hvort hann hafi rétt fyrir sér. Akkurlega, Sorry, ég er þetta að lesa chatið móti, það er ekki mikið í chat, það ég held að, Ég er bara að horfa hérna á ekkert gúningin commentary fyrir jam commentary sem þú gerði þarna á. já þetta er mjög gammal comment þannig. Nei, ég held að Dizzy Incoming kom þegar ég fyrst spila á móti Thomasi. Já, þú meinar þarna Já, Thomas á móti mér, í Winners Finals. já, Winners Finals. Einmitt. Virkar þetta núna? Þetta virkar núna. Hann getur kýlt og hann getur hlaupið áfram. Hvað annað þarf hann? Ég veit ekki, mögulega slash og heavy slash, kannski. Hann getur slashað. Hann getur heavy slashað, þetta var JH. Þannig að takkinn eru á hreinu.
Getur Roman cancelað og Quick getur það RC. stað. Jæja, þá getum við byrjað, þá getum við farið að byrja. byrja. Chip á móti Batman, Dan 50 Magic. Ég hef ekki, Yes. hefur við séð þetta Grand Finals áður? Við höfum séð það áður. Ég held við höfum aldrei séð Magic í winner's side í því áður, en við höfum séð Magic vera í þessari stöðu áður að keppa móti Dan í winners finals. Var það ekki Grand Crownless? Finals. Nei, Crownless var hann sem sagt á winner's side og Crownless var á loser's side, en hann hefur keppt á móti... Nei, ég tala var ekki Thomas að spila á móti Crownless? Hann hefur ekki lent í öðru sæti með Dan í mótið það? Jú. Er það? Ertu ekki að hugsa ég að hugsa eitthvað vitt? Er ég að muna vittlust? Er ég að hugsa loser finals? Ok. Ok, nærðan þú dínu inn í trippið. Hann blokkar hérna jump JS-ið. Hann er gott match á Dan. Gott 6p. Hann nær force en fær ekkert af því. Annað 6p. Já, ég held að býða eftir DP þannig að mash. Blokkar alpha bladeið. Ég held að hann gæti drippið hann, en hann næði svo hvað sem er. Og Dan tekur fyrsta round. Fyrsta roundið. Hann hefur momentum í bili. Sjáum hvort Magic næri að sefla tilbaka. Þetta er mikið damage sem hann gerir þarna. Chip hefur low health, það er veikleiki hjá honum. Unfortunately það er ekki ómikið veikleiki. Nær hún þarna með fárslæsinu. Og hittir ekki overheadið, þarf Purple Roman cancel til að halda pressinu sinni áfram og catchar Dan í the mash. Dan er að þróa honum. Þetta er gott hjá honum. Hann býst við DP, vel gert Dan. Ekki mikið damage svo hann gerði PRC. Gæti verið hann þarf að breyta sig einhvern veginn. JS-ið kemur sér inn í blockstringið. Og catchar hann inn í super wall break. Magic er ekki búinn strax. Hann næði safe jump hérna. Sjáum hvort hann Nær honum við projectilinu. Snill. reynir að catcha super hans, þannig að super er ekki. Nota tensioni fyrir RC. Nice. Hefur ekki super hérna. En svo ef hann Overheadið og Dan hefur enga leið til að sleppa. Magic tekur round 2. jafn fyrstu leikur. Sjáum hvort hann Magic næri að ná þessu. Þetta gæti við fyrsta móti sem hann vinnur. Inn í jump slashið. Hann nær að 5p-an út úr því en er samt komin í hornið. Overheadið, Red Roman cancel, inn í wall splat, yes sir. Þetta er gott hjá honum. Ákveður ekki náttúrulega super, kannski virkelig mýru fyrir mix-ups. Er kannski ekki hreinlega hræddur við Batman í neutral. Nei, DP, Þetta er gott. ekki mikið damage og ekki Doki, þú er Ekki náttúrulega Doki. ánægð með það. Ég þurfti að sacrifice mitt Oki til að hann myndi ekki fá Oki. Nær ekki að blokka burstið. Þetta er góð stað hjá honum, en þetta gæti við Ok, burstar hann inn í hornið. Nice air to air jump slash frá honum Dan. Ef Dan fær eitt gott hitt þá gæti það verið það. Það gæti verið the JH. Þetta er mikið scaling svo hann er lifandi. En þetta er ekki góð staða. Hann þarf bara að komast út einu sinni og Nær hann við lóinu. En nær ekki follow-upinu Nær ekki í hit overheadinu. eitt hitt fyrir það báða. Þetta er the neutral, hann ætlar að reyna Þetta er shuriken eftir shuriken þetta. drepa hann. Og nær ekki að halda áfram, en mjög close game. Ég held að shuriken er Dan tekur leik 1. mínus like 30 eitthvað. Það er crazy. Hann byrjar bara að spamma shuriken þegar opponentin er low. Hann byrjar bara að hoppa eins hátt hann getur Já, upp í nei, loftið það- og spamma shurikens. Maður getur ekki verið að gera þetta, það er svo punishable. Það er ættir ekki það poss- erfitt að hitta, það er bara erfitt að... Þú ættir possibly að vera að gera það eftir sem Það er jump mine- cancel. Vissu það minus on hit? Það er kind of crazy. Svo bara, já, best að ekki gera það. Nice forward slice frá hann Dan.
inn í þetta blockstring, hann bara blokkað, þú sér þetta chip damage. Classic Beyblade í Red RC. Nær ekki confirm af forward slashinu. Got burst. 2D spamming Fær works ekki, every time. fær ekki rosalega sterk reward frá þessu, en nær að drepa hann hérna. Alpha Blade kemur hann í hornið. Og Dan tekur fyrst round af leik 2. Hann hefur momentum. Sjáum hvort hann heldur því. Nær Nær Alpha Bladeinu, hann nær ekki að blokka cross-upið hann Dan. Inn í lowið, inn í K, inn í superið. Já, vel gert. Got confirm hjá hennum. Fær ekki mikið mýru en fær að halda áfram pressinu sinni. Nei! Tróið whiffaði. Það getur ekki performance cancelað, bæði út en er ekki með mýrur og út af nýja patchinu. Kannski ætla hann að gefa JD á mig, ég veit ekki. Blokka cross-upið, en nær ekki að bakka í burt frá forward slashinu. Batman er með svo stór forward slash. 2K2D, nær honum niður. Ok, nú er Dan komin í hornið. Nice Red Roman cancel fyrir the reset. Nær að hitta með 2-way. Sprengjur gera... en hann er með burst. Hann Reyna- verður að passa sig, hann verður Reynir að að burst burst þetta. Dan veit hver mikið Magic virkelig bursti. Já. Það er spurning. Nær ekki að drepa. Já, hann þarf að vera En ágætlega hann er- aggressive. Hann er að chippa niður shit. Sem hann sér ekki hverjum degi. Já, þannig burstið. Og hann... Þetta hefur verið misinput eða eitthvað. Hlýtur að vera ekki að gera super. Örugglega. Og hann gerði 6-stage, þannig að það er ekki super, þú veist, GG input. Örugglega. Heavy En slash. Dan tekur leik 2, sem að þýðir að hann er einum leik frá því að ná... Reset, já. Yes. Hann talaði að hann nefndi ekki að keppa undir Magic aftur í bracket. Hann var alveg, Nice close slash fyrir því Alpha Blade. klálega finnst erfitt að spila undir chipinu. Nice Tókst hann er að vinna. run up H. Aðeins svo snemmt á RC-ið. Þetta damage er smá slæmt fyrir hann Magic. Næri ekki að drepa, það er bara eitt hann að hitta og nær það ekki næri. hitta með Alpha Bladeinu. Ok, match point. Reset point. Reset point, já, það orðað þetta. Nice overhead. Nær að blokka 6K-ið. Gott mash. Dan er mjög góður að masha. Já. Þetta helvítis air cancel þar sem hann gerir jump dustið eftir JH-ið. Ég held að stærsti styrkleiki hans með Dan er defense hans í rauninni. Og nær að chippa niður að hann nær að hitta hann í mashinu. Og þá Dan er nær þá þetta resetinu. reset. Hann þarf að vinna 3 fleiri leiki áður en Magic vinnur 3 líka. Þetta er Nú bara, þarf að sjá við til hvort bara Magic reset. sé búinn að downloada honum. hann er að Bíddu. skipta. Erum við að sjá hérna annan karakter? Gæti fæði Bridget, gæti Erum við að fæði... sjá Asuka? Nei, það er að skipta um lag. Ah. The Hourglass, obviously. Allir elskar The Hourglass. Nýja mappið, come on. Like a weed, Give it to naturally. me, give it to me. Hvað eru þið að velja? Right Fire. Nýja mappið, come on, drengir. Nei, þeir eru að velja Observatory aftur. Þetta er búið að vera Grand Finals mappið síðustu 8-10 Grand Finals. I like it. Já, Magic er, mér finnst þess að ég sjá þetta alltaf í Grand Finals, þetta map. Þetta stage, þar að segja, þetta er náttúrulega ekki map. Jæja. Hér ætlum við að horfa á allt introið, right? Þetta er hype and aura. Hype moments and aura. Það væri næst að sjá Thomas vinna eitt mót. Það væri skemmtilegt.
En við sjáum til hvort nervin hans leyfa honum það. Hann er locked in. Hann er locking in. Nice close slash frá hann Dan. Forsar úr burstið hjá honum Thomasi. Magic. Tómari. Thomas. Við megum ekki tala um það. Nær í lóinu. En Dan er að snúa sig við. Hann er að fatta. Nice jump slash air Phantom to air. move. Nice jump Age. Nær ekki convert af því. En nú er Dan komin í hornið. Nær að masha Gott mash. 2P out. En hann er ennþá í horninu. Þetta Er er það að fara að double hitta? Já, damage. þeir eru að fara að double damage hann náttúrulega. Þetta er rosalegt ef þetta hittir. Ræsmann er að halda með Dan, segi ég. Ekki góð vinátt á milli þeirra, chippana. Já. I miss the old Thomas. This is the low tier Thomas. Þú kvartaði sjálfur út af því að Dizzy væri gorilla. Hvað er í gangi hérna? Hvað er það svo? Nær Alpha Blade að fara í gegn! Alpha Blade fer í gegn! Gorilla karakter þarf ekki að vera góður karakter. Fólk hefur það misunderstanding. Overheadið hittir hann inn í wallsplatið. Ekkert super. Nei, hann hefur ekki verið með meter. Þetta er frekar jafn staða hjá þeim. Báðir þurfa bara... Inn í command throwið, vel gert. Inn í Roman cancel, yes sir. Interesting burst hjá Dan. Hann gefa bara install. Já, nei. Já, en hann var boosted DP eða eitthvað. Ok, báðir fá einn leik í þessu. En nú er Dan með ekkert burst, svo hann þarf að passa sig. Ef hann lendir í combo þá er hann komin í smá vandamál. Magic ætti að geta burstað næst þegar hann verður komboaður. Sjáum til hvort hann verður komboaður fyrst. Nice bait out á 6p en ekkert almennilegt punish. Þetta er gott mash á honum. Nice burst inn í far slashið. Hann er að blokka 6k-ið. Ég hef búinn að sjá það 6k ná svo fáum. Já, það náði backdashinu mínu á þann. Ákveður ekki að brjóta vegginn. Nice far slash. Hann var að búast við því að hann myndi hoppa út. Hann vildi örugglega ekki fá hann vildi örugglega ekki fá the reset á wallbreakinu sko. Þetta var gott JP. Og hann tekur fyrsta leikinn á resetinu. Vel gert. Er hann að er hann að fá momentum tilbaka? Ok. Næ burstinu úr honum. Hann frekar snemma. Bursti farið hjá báðum. Setur upp reipið. Nær ekki að hitta með J.S.-unu en nær hann með Alpha Blade. Þessi cross-ups eru rosalega, ég veit ekki hvert ég á að horfa. Voru ekki að buffa hann svo hann gæti gert the dash through with tvisvar eða eitthvað, ég veit ekki. Hann er alltaf búinn að vera að nota þessi dashes alveg nóg. Nú er bara að blokka samt. Þú vilt ekki vera hittur. Ok, installið búið. Nú má hann hreyfa sig aftur. Block simulator búið. Hann blokka ekki mikið í þessu block simulatoru. Nice! Counter hit frá honum. Blokkar cross-upið Dan. Nær ekki að blokka overheadið. Hann er með lóinu en hann bara mashar út eftir lóðu því hann veit að overheadið er ekki true. Nær hún þannig með cross-up jump slashinu. Þetta var rosalegt. Þetta er rosalega gott hjá honum. Ný far slashið. Hann er komið með eitthvað momentum. Overheadið. Já, Magic er að ná momentuminu sínu. Hann er að ná the groove. Hann er ná að Inn í overheadið. Já, Red Roman cancel. Hann er að búast til burstinu en nær ekki að gera neitt. Hann er að pressure hann vel með þessu 5Ks og... Run in 2D-ið. Hann misinputtar eitthvað, hann droppaði því. En samt mjög góð staði hjá honum. Burstar hann aftur inn í hornið. Nú er Dan komin í smá vesen. Ok, hann reynir að masha en hann er caught. Gott mash. Mash á backdashið. Nice air. Hann er farið frá Fanta. Nice air claw. Þetta jump slash, hvað er í gangi?
Og inn í double Hann alpha nær blade. leik 2 af resetinu, Magic kominn á game set. bara tournament Á set. tournament set. Er hann að switcha í Axel Low? Ef þetta er hann að switcha í broken top tier Axel Low, Já, hann er broken. shame. Þessi gæri er bara að spila top tiers. Það er absolute shame. Eitthvað já, sjáum hvort Chip ætti að vera alltaf lægi á móti Axel. Axel er pínu í því að halda þér frá því að hlaupa inn, en Chip er smá pínu gæn Hann sem er- hleypur inn. Já, það er auðvitað að halda hann frá að gera eitthvað. Okay, En blokkar, þetta er blokkar Winter Mantis. Þetta Nær er að hoppa nýja- yfir 5P hans, en nær þetta ekki nýja að fá Venture Mantis er mjög gott, eins og sáu þegar hann gerði á móti mér 5 biljón sinnum. Já, að það hittir þig, sem sagt. Það er bara svo insane plus on block. Nice jump in á H-ið. Hann er að blokka þessi mix-ups eins og ég veit eins og Madman. Hann blokkar 6P-ið. Új, hann þarf að Roman cancela, annars er hann í smá vandalegum. Ok, Új, nasty og counter nær hit. burstinu út úr honum, en er í vondri stöðu fyrir þetta round. Ó, Sýnist ekki, hann droppar komboinu. Új! Ú, hann hoppar yfir hvað nær 6P-ið. hann hér? Hann nær engu hérna. En, nær að halda pressunsinni. Inn í overheadið. Inn í 6K. Nær að masha út. Nei! Hann FD Hann nær hún þannig við 6K-inu. Ó, þetta er... Oh my god, hann hann hoppar yfir 2K. Og tournament point Tournament fyrir point. Magic. Nær hann við jump H-inu. Hann er komin í hornin. Nær ekki að hitta með jump H-inu, hann Dan. Þetta wall splat. Ó, hvað Beitar er, út 6 hvað speed, er í gangi? Magic er svo, hann er að taka þetta. Hann er overwhelmed. Overheadið. Hann er með sí- 2 mýrur satt. Blokkar það, mjög næs. Nota reversalið. Ætlar að Roman cancela? Nei. Maður getur ekki Oh, yeah, roast. right. Alveg rétt, ég tók það í burtu. Risky. Blokkar! Hann er að búa sér burstinu. Hann Dan er svo conservative með burstið sitt. Hann vill ekki vera burst-baited. Það er ekki hlutir til að gerast ef vinnuna. Ok, Dan er ekki farin strax. báðir Chip hefur næstu burst, Magic hefur næstu burst og Dan hefur næst Þetta er footsies. einhver Þetta pása. er footsies. Ok, Dan Burstinn í neytir til burtu. að nota burstið sitt strax. Nú þarf Magic bara að komast inn. Er ekki skemmtilegt buff fyrir þetta move? Nei, hann er hittur af Winter Mantis. Nær ekki að koma sér inn. Er hann að missa momentumið? Er Dan búinn að lesa hann? Þetta er... Mér líður eins og Axel er mjög góður í þessu patch, like unironically. Hann er komin inn, hann getur haldið áfram, Nei, hann hittir ekki. Núi, hann býr í gegnum 5P-ið hans. Inn í wall splatið, inn í wall breakið. Hvað er Getur hann hann snúið þessu við? Nei, hann náður það burstið sitt. Hann hittir hann í Hann er að- alfableitinu. hann er að Og masha út Dan þessu. nær leik nummer 3. Magic er þetta er ekki 2-1. alveg búið fyrir Magic alveg strax, en ég sé fyrir mér, ég sé Það var að vision. vinna einn annan leik. Hann þarf bara að halda áfram að pressure hann Dan eins og hann er búinn að vera að gera. Það er ekki einn skipt svara múti Axel, svona mínum Ok, burstar hann bara inn í hornið. Lock á Winter Mantis, mjög næs. Nær hann með alfableitinu. Og catchar hann að wake up í mash. Ok, blokkar sig K hann Dan. Nær ekki að hitta hann af tightropeinu. Inn í overheadið, Red Roman cancel. Nær overheadinu, Inn í alfablade combo. Ákveður að droppa því sem að fá hann í hornið. Þetta var mjög gott dash á Inn í honum. alfablade. Inn í reversalið. Þetta Það er er gott aftur- super. Og það er after match point, tournament point. Tournament point fyrir Fyrir Magic. Magic. Axel hefur næst Dan hefur næst í burst. Nær hann með power slashinu. Nær hann með 2D. Inn í Oki. Ok, hann notið flash shield. Nice, power slash counter hit.
Dan er ekki lengur með burst. Hann gerir preemptive 2S en það nærði ekki. Hann mun líklega ekki fá burst, kannski mun hann fá burst fyrir næsta combo. Nær hann með 5 pínu. Blokkar overheadið. Blokkar aftur jump slashið. Nei, missar! Hann hittir ekki command throwið. Þetta FD var brutal. Núna veit ég ætti að FD á móti Chip. Hann er ekki að gera 2H eftir Winter Madness. Hann má ekki vera hittur. Hann blokkar timestoppið. Hann veit að hann fær ekki punish þarna. Ok. Og hann er að taka hann. Báðir hafa burst fyrir þetta round. Báðir með burst. Magic ennþá tournament point. Nær honum með counter hit. Neyðir strax úr burst í honum Dan. Nú er bara að koma sér inn. Og þá er Dan komin í smá klípu. Hann gerir Axel Bomber. Axel Bomber í loftinu á móti engum. Hann backtar sér forslagsið. Hann nær honum með forslags inn í hornið. Hann blokkar 6K-ið. Hann hittar hann ekki með jump slashinu. Red Roman Cancel inn í jump slash. Hann nær honum með projectilinu. Hann er build a wrist, build. Nice! Jump slash yfir þetta. Ég veit ekki af hverju hann gerði tornado þarna. Hann er komið með hann í alpha break combo. Inn í reversal superið. Come on, inn í reversal superið. Ég held að þetta drifur ekki. Er þetta komið? Nei, þetta var oflangt hamp og hann er lifandi. Hann er pixel hell. Hann er alveg ókjærsalar. Hann er að hoppa yfir tornadoð. Hann er bara að bakka út. Hann vill ekki vera hittur. Og Magic hann nær því. vinnur fyrsta nýðhöggið sinn. Magic vinnur þetta. Það var frábær leikur í Hann tekur þetta ánum. loksins á móti Dan 50. Mér sýnist að það var fleiri að hrósa sigur hans inn í herbygginu, VIP herbygginu. Fyrsti sigur Magic. Þetta var rosalegt. Þetta var frábær bardagi, spennuþrungið. Þetta var rosalegt. Til hamingju Magic fyrir þetta. Þetta er ekkert smá feat. Fít. Frábæri spilarar. Hér er þeir að koma hrósunum, gefa honum fagnaðarlætin. Magic upset og núna er Magic krýndur sem sigurvegari Guilty Gear 2.0. Já, hann fær gult nafn núna inn á serverinu. Gull medalja. Já. Rosalega gert hjá honum. Þetta var alveg frábær Grand Finals. Eitt af þeim bestu sem ég hef séð. Akkurát, þetta var rosalegt. Eftir að taka 0-3-ið á móti honum í resetinu að ná að snúða þessu við og ná honum. Alveg rosalega vel gert hjá honum. Ég ætla bara að þakka kærlega fyrir áhorfið og allir sem mættu til hamingju Magic. Hann náði, ég mitt var seinast á var hann í topp var hann winner side, þannig að það er gott að hann náði að vinna núna þó það sem hann var winner side. Ég ætlaði bara að segja eldsnögt, næstu nýðhaukur fyrir 2XK og verður ekki, við ætlum að cancela honum en í staðinn ætlum við að vera með online mode í Guilty Gear þá helgi, þannig að fyrstu helgina þarna í fyrstu helgina í mæ. Við erum ekki ennþá búin að ákveða daginn en við erum að gera poll það og það er ekki bara við, þá eru líka Gungir, ég man ekki hvað heita frá Akureyri sem að það er töffari mættur að sagði maður. Nei, já, það verður svo að þeir eru byrjað núna að reyna að komast inn í Guilty Gear, þannig við ætlum að reyna að hafa eitt svona online mót svo þeir geti joinað okkur aðeins og keppt við okkur og svona þannig. Þannig að, já, ég ætla ekki að hafa mikið lengur en það, bara til hamingju Magic, sorry, til hamingju Magic og ég sé ykkur þá aftur vonandi bara næstu helgi. Nei, ekki næstu helgi, þar næstu helgi með online mót í staðinn. Þannig að, takk fyrir okkur.